Góðan daginn. Nú fer fram 27. fundur sveitarstjórnar Múlaþings sem haldinn í fundarsal sveitarstjórnar Lyngásar 12 Egilsstöðum. Í dag 10. ágúst 2022 og set ég hér með fund. Fyrir fundinum 12 tölusett mál og við byrjum á máli númer 1. Samþykkt hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi. Fyrir liggur bókun frá 168. fundi Heilbrigðisnefndar Austurlands þar sem tillaga að samþykkt hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi var samþykkt og vísað til afgreiðslu sveitarfélagsins. Jafnframt liggja fyrir drög að samþykkt hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu að samþykkt hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi og felur verkefnastjóra umhverfismála að koma fyrirliggjandi samþykkt í framkvæmd. Og ég ætla hér með að opna fyrir mælendaskrá undir þessum lið. Einhver sem lesa ljós. Svo ekki, þá til afsakið. Þröstur Jónsson hefur óskrámað þessu. Frú forseti, það eru góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það er eins gott að maður ekki tala þennan lið á sveitarstjórnarfundi á Akureyri. Sem betur fer. Ég á hund. Hann Skuggasveinn. Hann aldur 9 og fann ekki relliklubb. Kannski eins og eigandinn, ég veit það ekki. En svona í ljósi þess hversu frjálslega sveitarstjórn hefur túlkað lögum vanhafi, þá spyr ég út í salinn hvort og gefur mann kost á því í þessu tilefni að í ljósi þess að ég á hund, hvort einhver ætla að krefjast vanhæfismíns. Og ef svo ekki, þá held ég áfram. Það ein spurning í þessu og 2 atriði sem ég vildi aðeins koma inn á. Ég rak augun þarna og ég held að það sé bara mjög margir gæludýraeigendur í sveitarfélaginu sem vilja vita þetta að í 6. greininni, 3. málsgrein, þar fjallað tryggingar út af tjóni sem gæludýr hugsanlega geta valdið. Og þar stendur, svo ég lesi það kannski svona í stórum dráttum með leyfi forseta, eigendum hunda og katta skylt að ábyrgðartryggja sig gegn tjóni sem dýr þeirra kunna valda mönnum, dýrum, gróðri og munum og skulu árlega framvísa til sveitarfélags staðfestingu frá viðurkenndu tryggingafélagi þarum. Svo sveitarfélagið ekki með hóptryggingu innifalda í leyfisgjaldi. Og ég kannski beini þessar spurningu til sveitarstjóra hvort að þessi hóptrygging sé í leyfisgjaldi í Múlaþingi eða ekki. Ég held að þetta sé svolítið mikilvægt að fólk bara viti þetta. Þetta líka svolítið konfliktar við 8. greinin þar sem stendur staðfesting frá viðurkenndu tryggingafyrirtæki að umsækjandi hafi gilda ábyrgðartryggingu sem nær til alls þess tjón sem dýri kann að valda mönnum, dýrum og gróðri eða munum. Þetta semst skilyrðan fyrir að fá leyfið. Þannig þarna gerð krafa að menn séu með trygginguna. En í 7. greinin svona verið að í að því að þetta sé í leyfisgjaldinu. Þannig að ég vil kannski koma þessu að hreint hvernig þessu háttað með þessari fyrirspurn. Hitt atriði sem ég vildi koma aðeins sambandi við kattaeign í sveitarfélaginu. Það töluverð umræða þessu sveitarfélagi fuglalíf og svona árekstra með kattahald og fuglalíf. Og ég vildi eiginlega bara ræsa þá umræðu hvort menn vilja ekki fara að gera eitthvað í því að einhverja góða tillögur. Ágætur félagskapur hér á Egilsstöðum, ég held að hann heiti bara einfaldlega, heitir hann ekki félag kattaeigenda á Egilsstöðum, eitthvað slíkt, ég veit ekki, man það ekki, en hann hefur komið með þá tillögu að maður rétt að sjálfur að kettir á varptíman það væri skildað að maður væri með svokallaða trúðakraga á köttum. Þetta er einföld lausn, gerir heilmikið gagn og ég vildi bara koma þess svona að og þetta verður kannski rætt í viðkomandi nefnd þá í framhaldinu. En annað var það kannski ekki en fyrirspurnin stendur úti á sveitarstjóra. Takk.
Já, forseti og gott fundafólk, það er varðandi fyrirspurn Trausta Jónssonar, sveitarstjórnarfulltrúa. Ég nú bara alveg viðurkenna það að ég ekki alveg með skýr svör við þessu, en ég skal nú bara kanna þetta, en að ég tel að þessi hóptrygging sé ekki til staðar álöfsveitafélagsins. Ég skal bara kanna þetta og koma þessum skýrum svörum á framfæri. Ég tel að það sé svo, að þetta sé ekki inn í tryggingu sveitafélagsins, hóptrygging gagnvart gælundurum. Takk. Ég hefur lokið með máli sínum, en fleiri sem að vilja óskar við taka til máls. Svo ekki. Þá ætla ég að lesa tillöguna aftur. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir fyrirliggjandi tillögu að samþykktum hunda- og kattahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi og fyrir verkefnastjóra umhverfismála að koma fyrirliggjandi samþykkt í framkvæmd. Þeir sem eru samþykkir rétt og dæmt. Samþykkt samhljóða. Þá komið að málinu 2. Kosning fulltrúa í embætti, stjórnir, ráð og nefndir. Fyrir fundinum liggur tillaga að skipun undirkjörstjórna í Múlaþingi. Ég stakka fyrir þessa tillögu til umræðu í heild sinni. Eftirfarandi tillaga liggur frammi fyrir fundinum. Í samræmi við ákvæði 17. greinar kosningalaga nr. 112/2021 kýs sveitarstjórn eftirtalda í undirkjörstjórnir. Undirkjörstjórn á Borgarfirði. Aðalmenn: Elísabet D. Sveinsdóttir, Sigurlaug Margrét Bragadóttir, Sigurður Högni Sigurðsson. Varamenn: Alda Marín Kristinsdóttir, Ragna S. Óskarsdóttir og Írena Bjókó. Undirkjörstjórn á Djúpavogi. Aðalmenn: Egill Egilsson, Kristrún Gunnarsdóttir, Ólöf Vilbergsdóttir. Varamenn: Sóley Dögg Birgisdóttir, Þór Snæbjörnsson, Hera Líf Liljudóttir. Undirkjörstjórn á Fljótsdalshéraði. Kjördeild 1. Aðalmenn: Lovísa Reynsdóttir, Eydís Bjarnadóttir, Ingvar Skúlason. Varamenn: Maríanna Jóhannsdóttir, Brynjar Árnason, Vignir Elvar Vignisson. Undirkjörstjórn á Fljótsdalshéraði. Kjördeild 2. Aðalmenn: Inga Rós Unnarsdóttir, Stefán Þór Hauksson, Agnar Sverrisson. Varamenn: Baldur Gretarsson, Hlynur Ármannsson, Anna Dís Jónsdóttir. Undirkjörstjórn á Seyðisfirði. Aðalmenn: Ólafía Stefánsdóttir, Unnur Óskarsdóttir, Þorkell Helgason. Varamenn: Auður Brynjarsdóttir, Elena Pétursdóttir og Guðjón Már Jónsson. Ég opna hér með á umræður undir þessum lið, einhver sem vil kveða sér ljós. Svo ekki, þá ætla ég að bera tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir tillögunni, rétt upp hand. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að máli nr. 3. Beiðni útskiptingu lóðar úr Múla 3. Fyrir liggur tölvupóstur og gögn dagsett 2. ágúst 2022 frá Jóhanni Fannari Guðjónsssyni hjá Axl lögmannsstofu þar sem óskað er eftir fyrir hönd Heiðarlags EHF útskiptingu lóðar í landi Múla 3 á Djúpavogi. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings samþykkir í samræði við ákvæði 4. greinar í viðauka 1 í samþykktum stjórn Múlaþings að vísa fyrirliggjandi beiðni útskiptingu lóðar úr Múla 3 til umhverfis- og framkvæmdaráðs til afgreiðslu. Ég opna hér með á mælendaskránum til þessum lið eða eitthvað sem er kjósum þetta mál. Svo ekki, þá ber ég tillöguna upp. Þeir sem eru samþykkir ekki fund. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin í mál nr. 4, Fjarðarheiðargöng. Til umfjöllunar eru fyrirhugaðar framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Í ljósi þeirrar umræðu sem á undanförnu hefur átt sér stað bæði í fjölmiðlum og á samfélagsmiðlum þar sem fram hafa komið meðal annars fullyrðingar að fyrirhuguð gangagerð til Fjarðarheiði sé ekki vænlegur kostur, vill sveitarstjórn Múlaþings koma eftirfarandi á framfæri. Fyrirhuguð göngum til Fjarðarheiði byggja á vandaðri vinnu verkefnishóps undirbúning að ákvarðanatöku Seyðisfjarðargöng er skipað að vera í september 2017 af þáverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Verkefnishópurinn var skipað fulltrúum Vegagerðarinnar,
Seyðisfjarðarkaupstaðar, atvinnulífs, Samtaka sveitarfélaga á Austurlandi og Byggðastofnunar og skilaði þessu lokaskýrslu í júní 2019. Í skýrslu verkefnishópsins farið með faglegum hætti yfir valkosti og áhrif jarðganga til Seyðisfjarðar, fyrir Seyðisfjörð og Austurland allt. Skýrsla verkefnishópsins aðgengileg á heimasíðu innviðaráðuneytisins og hvetur sveitarstjórn Múlaþings leggur áherslu á mikilvægi þess að áfram verði unnið að því að framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng hefjist í samræmi við fyrirliggjandi samgönguáætlun. Og ég ætla að biðja þá hér með að opna mælendaskrá og ég ætla að biðja fyrsta varaforsetann taka við. Forseti hyggst taka til máls. Takk fyrir. Frú forseti og kæra sveitarstjórnarfólk. Fjarðarheiði 27 km fjallvegur og hæð mest 620 metrar yfir sjó. Samgöngur yfir heiðina eru ótraustar og það kemur fyrir að heiðin sé lokuð dögum saman yfir vetrartíman. Ein grunnforsenda sameiningar sveitarfélaganna 4 sem nú mynda Múlaþing voru bættar samgöngur Öxi sem og gerð Fjarðarheiðargangna. Sveitarfélagin horfðu þar til Fjarðabyggðar þar sem augljóst mikilvægi Fáskrúðsfjarðarganga sem og Norðfjarðarganga fyrir sveitarfélagið. Fjarðarheiðargöng eru okkur mikilvæg enda munu þau rjúfa vetrareinangrun íbúa á Seyðisfirði, tryggja atvinnu og skólasókn íbúa sveitarfélagsins sem fari báðar áttir til að sækja vinnu og stunda nám. Íbúar eru einnig háðir samgöngum til að sækja heilbrigðisþjónustu, bæði til Egilsstaða sem og sjúkrahúsi á Norðfirði. Íbúabyggð á Seyðisfirði á miklum hluta skilgreind á ofanflóðahættusvæði. Þá ýmist verið að tala vegna snjóflóðahættu eða aurskriðuhættu. Myndist hættu ástand eru Seyðfirðingar með öllu háðir því að samgöngur séu tryggðar. Á Seyðisfirði rekin umsvifamikil höfn enda fáar hafnar á landinu með eins góða aðkomu, langur fjörðurinn tryggi gott skjól, auk þess sem höfnin djúp og hentar vel fyrir stór skip. Á þessu ári komu 70 skemmtiferðaskip og áætluð 100 á því næsta. Norræna kemur vikulega og með henni koma ferðamenn á eigin bílum, auk þess sem í gegnum Norrænu fer fram mikill farmflutningur. Á árunum 1988 til 1993 var nefnd sem skipuð var af þáverandi samgönguráðherra að mati á jarðgangakostum á Austurlandi. Fleiri skýrslur voru síðar gerðar en á endanum voru það ályktanir sambands sveitarfélaga á Austurlandi sem lögðu mesta áherslu á göng undir Fjarðarheiði. Árið 2017 skipaði þáverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra verkefnishóp undirbúninga ákvarðanatöku Seyðisfjarðargöng. Markmið verkefnisins var að undirbúa ákvörðun samgöngubót sem best væri til þess fallin að rjúfa vetrareinangrun Seyðisfjarðar, styrkja byggð og atvinnulíf á Seyðisfirði og Austurlandi öllu. Þá þegar hafði Alþingi samþykkt með samgönguáætlun að marka stefnu Fjarðarheiðargöng sem næstu göng þegar lokið yrði við Dýrafjarðargöng. Göng undir Fjarðarheiði verða lengstu göng á Íslandi. Því var ljóst að vanda þurfti til allan undirbúning við ákvarðanatöku og hún þyrfti að byggjast á málefnalegum og faglegum grunni. Sem var og gert og ástæða þess að nú stendur til að hefja framkvæmdir við Fjarðarheiðargöng. Þessu fögnum við í sveitarstjórn og hvetjum okkar þingmenn að halda því hátt á lofti, enda að ræða stóra og kostnaðarsama framkvæmd fyrir ríkið sem og okkar sveitarfélag og mjög mikilvæg. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið orði sínu og ég hef bæði beðið orðið og svo Eyþór Stefánsson en ég færi forseta eftir stjórn fundarins. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, góði fundamenn. Þetta var góð yfirferð hjá forseta Jónínu Brynjólfsdóttir. Ég með svona heildstæða umfjöllun líka, kem kannski inn á eitthvað af því sama aftur, en vil byrja á því að í alþingiskosningunum þá voru öflugar samgöngur, þær röðuðu sér efst á lista hjá íbúum all land. Þannig að öflugar samgöngur eru gríðarlega mikilvægar. Áherslur á Austurlandi í öllum málaflokkum endurspeglast í ályktunum SSA, Sambandi sveitarfélaga á Austurlandi. Saman skapa þau samróma háværa rödd í sínum áherslumálum með sínum ályktunum. Þannig að bókanir SSA eiga að virka. Með leyfi forseta þá ætla ég að fara hér yfir ályktun umhverfis- og samgöngunefndar á haustþingi SSA sem haldið var á Borgarfirði Eystri 11. til 12.
12. október 2019. Kaflinn er sem sagt, það er samgöngumál, jarðgangagerð. Þingið fagnar niðurstöðu nefndar göng til Seyðisfjarðar sem ráðherra samgöngumála kynnti á Austurlandi í ágúst síðastliðnum og í fullu samræmi við ályktanir SSA á aðalfundum undanfari ár, þar sem göng undir Fjarðarheiði hafa verið tilgreind sem forgangsverkefni í jarðgangagerð. Þá er mikilvægt að hafa í huga að framtíð Austurlands alls liggur í þeirri byltingu að tengja byggðir þess saman með jarðgöngum. Tilvitnun lýkur. Þannig að það er alveg skýrt hver stefna okkar hefur verið í gegnum SSA og þar eru allir sveitarstjórnarfulltrúar á Austurlandi samankomnir. Við höfum því eftirfarandi staðreyndir. Verkefnahópur var skipaður af þáverandi samgönguráðherra 2017 sem skilaði af sér niðurstöðu árið 2019 sem bókanir SSA taka undir og það er valkostu 2, jarðgöng undir Fjarðarheiði ásamt göngum til Mjóafjarðar og göngum þaðan til Norðfjarðar. Við höfum einnig til staðar að Fjarðarheiðargöng eru í takt við ályktanir SSA og stórt skref í byrjun þess að tengja saman byggðir á Austurlandi til að skapa eitt öruggt og öflugt atvinnu- og þjónustusvæði. Og við höfum það einnig þá staðreynd að Fjarðarheiðargöng eru á samgönguáætlun sem samþykkt var á Alþingi 29. júní 2020. Jarðgöng verða alltaf dýr. Ríkið er með jarðgangaáætlun í gildi að alltaf séu framkvæmdir við eingöng í einu í hvert sinn. Það er nauðsynleg þróun að efla byggðirnar með göngum, hjá því verður ekki komist. En varðandi breytingu á gjaldskyldu í göngum, bara í almennum samgöngum hér á landi, þá er sú stefna ekki sett út frá einum gangaframkvæmdum. Þeir sem hafa þá stefnumótun á sínu borði þurfa að finna sanngjarna lausn sem allir getur sett sig við. Þannig að þetta er eitthvað sem er í bígerð og hefur náttúrulega komið til tals af því að við erum svo duglega að efla, við erum með bíla, rafdrifna bíla sem er bara gott og umhverfislega mikilvægt. En þá náttúrulega falla niður skattar þar og við erum bara einhvern veginn að standa að öflugum samgöngum og það er ekki á mínu borði að hanna þá gjaldskyldu en eins og ég hef farið yfir að þessi framkvæmd hún dettur ekki úr loftinu bara, þannig að það er búið að vinna mjög faglega vinnu og þetta er á samgönguáætlun og við erum á þessari vegferð. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Hörpu Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Forseti og annað hundafólk, það var alla sem er að hlusta að þetta var aðeins lengra en ég ætlaði. Það búið ykkur undir langklóku. Það er varðandi Fjarðarheiðargöng. Fjarðarheiðargöng er ekki eingöngu jarðgöng fyrir Seyðfirðinga, Austfirðinga eða þá ferðamenn sem koma þá gátt til landsins. Þau eru fyrsti verkþáttur í hringtengingu Austurlands með jarðgöngum, Íslendingum öllum til heilla. Austurland verður þá svo til eitt atvinnusóknar- og þjónustusvæði og fýsilegri kostur til búsetu landsmönnum öllum. Segi til vel því ég held að flestir landsmenn finnist það jákvætt að öflug byggð sé í öllum landshlutum. Umræðan Fjarðarheiðargöng hefur á mínum dómi ekki verið sanngjörn síðustu vikurnar. Mér finnst það algjörlega ótækt að andstæðingar ganganna tali með þeim hætti að tilkoma Fjarðarheiðarganga þýði að ekki verði af hringtengingu Austurlands. En slíkan málflutning hef ég séð víða. Það er að mínum mati þættingur, enda stendur eftirfarandi í jarðgangaáætlun Íslands sem er partur af samgönguáætlun 2020 til 2034. Fjarðarheiðargöng eru sett í forgang í samræmi við niðurstöðuverkefnishóps jarðgangakvöst á Austurlandi. Gert er ráð fyrir að verkefni muni klárast á gildistíma áætlunarinnar. Í kjölfarið hefjast framkvæmdir á göngum milli Seyðisfjarðar og Mjóafjarðar og síðan frá Mjóafirði til Norðfjarðar og þannig verði komið á hringtengingu á svæðinu. Núverandi plan er því að gera þrenn jarðgöng, Fjarðarheiðargöng og tengja síðan Seyðisfjörð og Mjóafjörð og þaðan í Fannardal í Norðfirði.
mitt mat er það að fólk sem að vill tefja framgang Fjarðarheiðarganga er í raun að berjast gegn því að næstu 3 jarðgöng á Íslandi verði hringtengingu Austurlands. Því að byggt það kúrs nú, myndi það líka til tefja það verkefni. Ósanngirnin felst í því að stilla þessum 3 göngum upp þannig að ein göngin útiloki hinn. Eftir stendur þó tillaga að gera jarðgöng Slenjadal. Fyrir utan það að vera verri kostur hvað varðar styttingu fjarlægða milli þéttbýliskjarna og gangnamunni yrði í að minnstakosti 200 metra hæð yfir sjávarmáli og kostnaður vegna vetrarþjónustu eftir því, þá yrðu þau lengstu jarðgöng Íslands. Það sem sanngjarnt að bera saman er það sem er í skýrslu verkefnahópsins, kallaður valkostur 2 og valkostur 3. Það er annars vegar Fjarðarheiði, Mjóifjörður, Norðfjörður eða Slenjadalur, Mjóifjörður, Norðfjörður. Þegar þessi kostur eru bornir saman kemur í ljós að Fjarðarheiðargöng eru betri. Með því að fara Fjarðarheiði frekar en Slenjadal mun leiðin milli Seyðisfjarðar og Egilsstaða styttast 6 km í stað þess að lengjast 9 km. Og sama má segja fjarlægðina frá Djúpvogi þegar heilsársvegur Möxi verður að veruleika. Fyrir þungaflutningana þaðan munar 30 km í ferð. Vegalengdin milli Neskaupstaðar og Egilsstaðar styttist 23 km í stað 20 og vegalengdin milli Eskifjarðar og Egilsstaða 7 km í stað 4. Fært verður á Reyðarfjörð göng án þess að hafa áhyggjur á nokkrum parti Fagradals og í stað þess að vera 28 km lengri verður hún 25 km lengri, sem eru kílómetrar sem ég held að starfsmenn Alcoa muni ekki sakna. Mín tilfinning er svo að til að hámarka notkun gangana og þar af leiðandi tekjur af veggjöldum er ljóst að þau þurfa að stytta vegalengdina milli kjarna sem mest. Þar hafa Fjarðarheiðargöng sannarlega vinningin umfram Slenjadalsgöngin. Á samfélagsmiðlum ganga nú áróðurspóstar þar sem fullyrt er að sá valkostur að gera Slenjadalsgöng frekar en Fjarðarheiðargöng sé helmingi ódýrari. Og mér er fyrir mig að skilja hvernig fólk getur leyft sér að fullyrða slíkt. Samkvæmt skýrslu verkefnahópsins þar sem gert er gróft kostnaðarmat er reiknað með að Slenjadalsgöngin nemi 83% af kostnaðarmati Fjarðarheiðarganga. Á þeim tíma var mismunurinn reiknaður 11 milljarðar. Líkast til munurinn þó meiri þar sem líkur er til að hver kílómetri í Fjarðarheiðargöngum sé dýrari en í Slenjadalsgöngum. Mismunurinn þyrfti þó að vera æði mikið til að sannfæra mig að fara verri leið en möguleg er. Til að reyna að átta mig á þessum mismuni þá fór ég í smá grúsk og mér langar aðeins til að deila með ykkur. Ég fann á heimasíðu Evrópusambandsins er aðgengileg tilviksrannsókn eða case study sem að fleiri vita sjálfsagt hvað þýðir kostnað við gerð jarðganga. En það er reyndar göng fyrir járnbrautarlestir en ég tel að það sé alveg samanburðarhæft. Rannsóknin náði yfir gerð 32 jarðganga frá 2002 til 2015 víðsvegar Evrópu. Ég las þessa stúdíu og var nokkurs vísari en til þess að gera langa sögu stutta þá langar mig aðalega að benda á 2 punkta sem mér fannst áhugaverðir í tengslum við þetta mál. Lengd ganga skiptir miklu varðandi kostnað ganga, væntanlega, meðal annars vegna aukina öryggisstaðla fyrir lengri göng. En það vill svo til að Fjarðarheiðargöng og Slenjadalsgöng falla í sama flokk öryggisstaðla samkvæmt evrópskum reglugerðum, eins og ég fæ þær best skilið í það minnsta. Og hinn punkturinn að göng þar sem jarðfræðilegar aðstæður þykja lélegar er að meðaltali 2,5% dýrar á hvern kílómetr en göng þar sem jarðfræðilegar aðstæður þykja ásættanlegar. Það er minni munur en ég hélt. Með allt þetta til hliðsjónar finnst mér og vona jafnframt að þeir stjórnmálamenn sem sýsli með opinbert fé hugsi til lengri framtíðar en bara næsta áratuginn, frekar í mörgum áratugum ef ekki árhundruðum. Gefum ekki Austfirðingum og Íslendingum framtíðarinnar færi á að gagnrýna okkur þegar við hvílum undir grænni torfu fyrir að hafa farið lélegu ódýrari leiðina. Upphæðin sem andstæðingar ganganna
Ég var búinn að vara ykkur við þetta væri langt. Upphæðin sem andstæðingar ganganna virðast að vera mikla fyrir sér hlýtur að vera mismunur á kostnaði Fjarðarheiðarganga og Slennidalsganga. Ég leyfði mér að slumpreikna hver hún gæti verið upphæðin sem fellur á ríkið og samkvæmt mínum reikningum sem ég ætla nú ekki að þóra að hengja mig upp á gæti það verið eitthvað á bilinu 8 til 12 milljarðar. Er það mikið til að fá betri niðurstöðu? Í því samhengi langar mig að benda á fjárlögum 2022 gert fyrir rúmum 9 milljörðum í innkomu ríkissjóðs vegna bifreiðagjalds og kílómetragjalds á ökutækjum og tæpum 12 milljörðum vegna olíugjalds. Og í því samhengi náttúrulega langar mig líka að benda á að til dæmis hagnaður stóru viðskiptabankana 3 á síðasta ári nam 81,3 milljörðum. Hagnaði 10 stærstu útgerðarfyrirtækja landsins 2019 var 29,3 milljarðar og bókvært eigið fé íslensk sjávarútvegs í árslok 2020 var 325 milljarðar. Aumur má ríkissjóður svo velmegandi lands vera ef þetta eru upphæðir sem öllu máli skipta. Í fyrirsögnum fjölmiðla minnst á að Fjarðarheiðargöng yrðu með lengstu veggöngum Evrópu og má lesa milli lína að það þykji neikvætt. Fjarðarheiðargöng yrðu 5. lengstu veggöng Evrópu, þau 13. lengst í heiminum. Slennidalsgöng yrðu 17. lengstu göng Evrópu, þau 52. lengst í heiminum. Ljóst að sömu fyrirsagnir mætti nótum bæði göngin. En gott og vel, ég skoðaði 2 lengstu jarðgöng Evrópu aðeins nánar. Lengstu göng Evrópu eru Lærdalgöng í Noregi. Þau eru 24,51 km. Lærdalgöngin voru tekin í notkun fyrir 22 árum árið 2000 og voru 5 ár í framkvæmd. Þau tengja saman Leirdal og Aurland og mynda hluta vegtengingar Osloar og Bergen. Íbúafjöldi Leirdal árið 2020 var 2126 manns og í Aurland sama ár bjuggu 1781 eða samtals 3907 manneskjur. Þar var hægt að byggja nærri 2-fall lengri göng en Fjarðarheiðargöng fyrir 22 árum. Næst lengstu jarðgöng Evrópu eru St. Gotthardgöngin í Sviss, 16,9 km. Framkvæmdir á þeim hófust árið 1970 og stóðu í 10 ár og voru göngin tekin í notkun 1980. Þau liggja milli Gösjenen ég hef nú örugglega ekki alveg með réttan framburð á þessu, Gösjenen í norðri og Airolo í suðri og tengja saman norður og suðurhluta Sviss í gegnum Alpana. Í Gösjenen bjuggu í árslok 2018 448 manns og á sama tími í Airolo bjuggu 1501 manneskja, samtals 1949 manneskjur. Þar var hægt að byggja lengri jarðgöng en Fjarðarheiðargöng árið 1980, takk fyrir. Og líkindin eru til staðar. Tenging milli áþekkra byggðakjarna til að ná fram stærra markmiði sem í tilfelli Fjarðarheiðarganga að hringtengja Austurland með veggöngum. En að öðru, þessu tengdu. Allir sem það vilja vita ríkisstjórn Íslands hefur lengi haft það markmiði að taka upp aukin veggjöld, ekki síst vegna aukinna hlutdeilda rammaspíla í bílaflota landsmanna. Því með ólíkindum að nýjustu hugmyndir veggjöld séu kynnt þannig að þau séu tilkomin eingöngu vegna Fjarðarheiðarganga. Af hverju var það gert þannig? Allavega var það ekki til þess að afla Fjarðarheiðargöngum neinna vinsælda og vonandi býr ekkert meira baki þar annað en PR-klúður á góðri íslensku. Ljóst að veggjöld munu færast í aukan á næstu árum, ekki bara til að gera Fjarðarheiðargöng, heldur til að vonandi byggja fullt af umferðarmannvirkjum allt land. Ég auglýsi hér með eftir að þingmenn okkar í Norðausturkjördæmi fara að láta í sér heyra varðandi Fjarðarheiðargöng og koma í veg fyrir fleiri álíka klúður. Því íbúar Austurlands eru margoft búnir að kjósa með Fjarðarheiðargöngum með því að velja ítrekka til valda á sveitarstjórnarstigi fólk sem vill Fjarðarheiðargöng og ef skoðar eru samþykktir SSA virtist mér þurfa að leita aftur til ársins 2009 til að finna samþykktir þar sem ekki minnst á að tryggja framgang og síðari árum forgang Fjarðarheiðarganga. Að lokum, vil ég segja,
Seyðfirðingar vilja Fjarðargöng og ein megin forsenda sameiningar Múlaþings var að koma þeim á koppinn. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir fjölkjarna sveitarfélög að samgöngur og vegtengingar séu með sem besta móti eins og vinir okkar og grannar í Fjarðabyggð þekkja svo mæta vel eftir gerð Fáskrúðsfjarðarganga og Norðfjarðarganga. Þar á leiðandi tel ég að Fjarðargöng eigi stuðning íbúa Fjarðabyggðar og annar Austfirðinga vísan. Ég tel ekki svo langt í allt Austurland verði eitt sveitafélag. Höfum þá fjarlægðarnar sem stystar, þó þá kosti aðeins meir. Veljum betri kostin, hættum að hugsa smátt og hugsa stórt. Ekki bara fyrir Seyðfirðinga, ekki bara fyrir múlþinginga, svo ég leyfi mér að nota það orðskrípi, ekki bara fyrir þá ferðamenn sem komu Seyðisfjörð, heldur fyrir Austurland og Ísland allt. Takk. Þá hefur Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu og næstu við beðum orðið Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti fundamenn, það er svona erfitt að koma eftir svona langlöku, það er nú eiginlega allt komið fram. Ég ætla svona að impra á nokkrum atriðum sem ég finnst skipta gríðarlega miklu máli í þessu risastóra byggðamáli sem að Fjarðargöng eru. Og þetta er náttúrulega angi af mun stærra máli heldur en bara samgöngum Seyðfirðinga eða íbúa í Múlaþingi. Þetta snýst byggðastefnu á Íslandi og þetta snýst það hvort að við ætlum að halda landsbyggðinni á lífi, hvort að við ætlum að gera íbúum kleift að komast á milli og gestum. Við erum að tengja saman byggðakjarna í rúmlega 5.000 manna sveitarfélagi þar sem það beinlínis forsenda sameiningar. Að bætt yrði úr samgöngum milli kjarnanna í Múlaþingi svo að svæðið geti allt orðið eitt atvinnu- og þjónustusvæði. Eins og áður hefur komið fram þá hefur hinn sameiginlegi vettvangur sveitarfélaga á Austurlandi, SSA, ár eftir ár ályktað að næstu jarðgöng á Austurlandi skulu vera undir Fjarðarheiði. Með öðrum orðum, sveitarfélög á Austurlandi hafa komið sér saman forgangsröðuna sem hefur verið skýr árabil. Alþingi hefur loksins hlustað og göngin að fara í útboð í haust og við erum að byrja á næsta ári. Með leyfi forseta þá ætla ég að lesa hér upp bókun haustþings SSA sem var haldið á Borgarfirði Eystri 2019, þar sem kemur fram að ítrekað mikilvægi þess að tengja saman byggðir á Austurlandi með samgöngum til þess að rjúfa vetrareinangrun, auka öryggi og framtíðarmöguleika svæðisins sem eins atvinnu- og þjónustusvæðis. Þingið fagnar niðurstöðu nefndar göng til Seyðisfjarðar sem ráðherra samgöngumála kynnti á Austurlandi í ágúst síðastliðinn og í fullu samræmi við ályktanir SSA á aðalfundum undanfarin ár. Þar sem göng undir Fjarðarheiði hafa verið tilgreind sem forgangsverkefni í jarðgangagerð. Þingið hvetur samgönguráðherra og Alþingi til að tryggja að framkvæmdir sem nefndin leggur til hefjist á fyrsta tímabili samgönguáætlunar og undirbúningur hefjist strax á næsta ári. Þá mikilvægt að hafa í huga að framtíð Austurlands alls liggur í þeirri byltingu að tengja byggðir þar saman með jarðgöngum og þar eru einnig undir Vopnafjörður og Borgarfjörður líkt og hringtenging Austurlands, Mið-Austurlands. Þetta alveg skýrt og þess vegna mjög sérstakt að fá þessa umfjöllun fram núna í ljósi þess að það búið að samþykkja þetta á Alþingi. Við erum að fara að byrja, við erum að fara í útboð. Það búið að kosta til gríðarlega miklu fjármunum við rannsóknir og undirbúning sem að nú lokið. Vegagerðin kynnti þá vinnu nýverið og það ekki með ofsögum sagt að íbúar á Austurlandi öllu, af því þetta göng sem munu þjóna öllu Austurlandi og öllu Íslandi. Við bíðum með mikilli eftirvæntingu eftir þessari langþráðu samgöngubót. Og mér langar að taka undir það sem Eyþór Stefánsson kom inn á. Mér langar að hvetja þingmenn og ráðherra okkar til að rísa upp í ljósi þessarar undarlegu umfjölluna sem hefur verið og lýsa yfir stuðningi við göngin sem hafa verið samþykkt á Alþingi og að fara í framkvæmd. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur lokið máli sínu. Næst Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi, beðum orðið, gjörðu svo vel.
Frú forseti, sveitarstjórnarfulltrúar, ég var nú með 2 blaðsíðna ræðu en ætla að reyna að stytta mál mitt vegna þess að mér finnst flest vera komið fram. Það sem að mig langar þó að hnykkja á er það sem að líka hefur verið komið fram hér, en það er það að Múlaþing er nýtt sveitafélag, ungt sveitafélag. Það verður til vegna þess að mikill meiri hluti íbúa valdi þetta í 4 fyrri sveitafélögum, meðal annars að þeirri forsendu gefinni að það yrðu stórlega styrktar samgöngur milli þess sem að núna eru hverfi í nýju sveitafélagi. Og við þurfum ekki annað en að horfa til okkar góðu granna, Fjarðabyggðar, sem einmitt hafa fengið 2 göng í sínu víðáttumikla sveitafélagi og þekkjum uglust öll þá góðu reynslu sem að þau og við öll íbúar Austurlands upplifum af því. Það sama mun gilda þetta og þarf að gilda þetta. Það ekki af tilviljun að það var gengið til sameiningar í Múlaþingi. Það auðvitað meðal annars vegna undirliggjandi beinna og óbeinna tilmæla þarum í áraraðir frá stjórnvöldum. Þarum þá vísa ég til þess að sveitafélög vítt og breitt landið geri meira af því að sameinast til þess að styrkja sig, til þess að geta veitt betur lögboðna þjónustu af ýmsu tagi. Þannig að það var annars vegar framsýni og hins vegar samfélagslega ábyrgð sem íbúar sýndu með því að með afgerandi meirihluta að stofna til sameiningar og úrvarð Múlaþing. Ég sagði áðan að ein aðalforsendan hefði verið þetta með að styrkja samgöngur. Það hefur þegar þokast og að þokast í þeim efnum og má nefna Úthéraðsveg í áttina til Borgarfjarðar eystri sem skiptir miklu máli, en langstærstu verkefnin 2 auðvitað annars vegar það sem við ræðum hér og Fjarðarheiðargöng og hins vegar svo Axarvegur. Það búið að marka stefnuna. Það búið að fara vel yfir það hér í máli þeirra sem undan mér hafa talað. Það var fjölskipaður vinnuhópur með gríðarlega tengingar í þekkingu sem að kemst að þessari niðurstöðu og aðal niðurstaðan varðar Austurland og ekki síst Miðausturland, hagsmuni þess alls. Nú komin þessi viðbót að þetta þörf vegtenging á milli hverfa í nýju sveitafélagi. Og það að ætla sér að stofna þessu í einhverja tvísýnu núna með því að gera líkt og í COVID-faraldrinum að það verði 100 til 1000 sjálfskipaðra sérfræðinga í gangnagerð í netheimum sem fara að stofna þessi hættu. Það má ekki verða. Það urðu bara þrátt fyrir þetta í COVID-faraldrinu 5 aðilar sem sóttu stöðu sóttvarnalæknis þegar til kom. Það segir sína sögu. Það alveg sama með þetta. Þessar raddir byggja ekki á grunduðum rökum eins og sá fjölskipaði og velskipaði vinnuhópur sem komst að þessari niðurstöðu. Stefnan mörkuð og við skulum bara halda þeim kúrs og ég treysti því fullkomlega að þingmenn kjördæmisins og þingmenn landsins alls ásamt með SSA haldi áfram að styðja við þá stefnu sem þegar hefur verið mörkuð. Meðal annars vegna orða sem þessir aðilar hafa lagt inn í umræðuna. Takk fyrir. Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næst hefur Guðný Lára Guðrúnardóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, beðið orðið. Gjörðu svo vel. Já, frú forseti og aðrir sveitarstjórnarfulltrúar. Við eigum það öll sameiginlegt hérna inni að vera pólitík. Pólitík allt og allt pólitík, eins og sagt Og svo eigum við það einnig sameiginlegt að eyða alveg gríðarlegu púðri í það að Fjarðarheiðargöng verða veruleika. Ég veit að við erum með fjöldan allan af fólki þarna úti sem sama sinnis og við erum með fjöldan allan af fólki þarna sem hefur unnið alveg gríðarlega vinnu við að koma Fjarðarheiðargöngum á kortið. Sú vinna virkilega vönduð og ítarleg
sem skilur okkur góðri og nauðsynlegri framkvæmd. En þessi framkvæmd mun skila sér í öruggum samgöngum allt árið kring. En samgöngur á landi hafa verið okkar helsti óvinur frá því að Seyðisfjörður var til. Þessi framkvæmd verður að veruleika og við megum ekkert gefa eftir. Við munum ekkert gefa eftir. Þessi framkvæmd mun styrkja byggð og atvinnulíf á Seyðisfirði og Austurlandinu öllu og talið 80% umferðar yfir Fjarðarheiði sæki til héraðs, eins og framkom í greinargóðri skýrslu sem verkefnahópur skilaði af sér á þáverandi samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra. Sumardagsumferð á Fjarðarheiði fer yfir 1000 bíla á dag. Inn í þeim tölum eru fraktflutningar, ferðamenn og heimamenn sem allir eru að fara erfiðan fjallveg til þess að sækja nauðsynlega og stundum lífsnauðsynlega þjónustu. En sumardagsumferð á Fjarðarheiði alltaf að lengjast þar sem ferðaþjónusta lykil atvinnugrein á Seyðisfirði og ferðamannatímabili lengist á hverju ári. En vetrarumferð aðeins 24% af sumarumferð vegna þess að heiðin liggur í 620 metra hæð yfir sjávarmáli og leið og það snjóar þá þessi heiði ekki fær fyrir neina umferð. En 20% af útflutningstekjum Íslands koma frá Austurlandinu öllu og greiða samgöngur á Austurlandinu lykillinn að því að viðhalda og jafnvel hækka þá prósentu í þjóðarbúið. Því við erum landamæri við Evrópu með höfnin okkar og þar liggja gríðarleg tækifæri. Fjarðarheiðargöng næstu veggangaframkvæmd á Íslandi. Takk fyrir. Þá hefur sveitarstjórnarfulltrúi Guðný Lára Guðrúnardóttir lokið máli sínu. Einhverju fleiri sem óska eftir að taka til máls? Þrösti Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Frú forseti, það eru góðir sveitarstjórnarfulltrúar. Það kom hér í ræðu Péturs Eymundssonar áðan að fjölskipaður hópur sérfræðinga í COVID hefði risið upp og mikil umræða varð á félagsmiðlum. Ég tel það að finna góða. Ég tel það líka að finna góða að svo umræða sem komin í gang út af Fjarðarheiðargöngum. Fólk vill hafa áhrif og fólk vill hafa afskipti á hlutunum. Það bara mjög eðlilegt og góður hlutur í lýðræðislegu þjóðfélagi. Hitt svona mál hversu einstakir ræðumenn sem þar koma fram, hvort sem það eru félagsmiðlum eða greinaskrifum, hversu góðskrif þeirra eða ræða En það mjög mikilvægt að svo stóra framkvæmd eins og hér ræðir að umræða, það sé ekki slegið á umræðu og reynt að þagga hann einhvern veginn niður. Ég tel þetta jákvætt. Ég tel þetta mjög jákvætt að þessu umræða fari í gang. Hún fer reyndar alltaf seint í gang eins og hjá Íslendingum alltaf. Það alltaf gripið í rassinn á sig þegar það voru seint. Það búið ákvað þessu göng og því verður ekki takkað. Það ekkert verið að fara í einhver gömul samgöng sem áður voru upp á borðinu. Búið að rannsaka þetta í þaula og ég bara hvet alla sem vilja taka þátt í þessu umræðu að taka áður nefnda skýrslu og lesa hana. Hún sýnir þetta svart á hvítu. Hún sýnir mjög svart á hvítu að sem sagt Fjarðarheiðargöng milli Egilsstaða og Seyðisfjarðar pluss göngin sem eiga komið framhaldinu yfir í Norðfjörð og Seyðisfjörð og til yfir í Mjóafjörð og þaðan yfir í Norðfjörð, að þetta samfélagslega langbesti kostur og hann ber af samanborið við svokölluð samgöng sem hafa verið rætt hérna aðeins áðan með svokölluðum Slenjudalsgöngum sem löngu búið að slá út af borðinu. Það kom ekki til greina. Það ekkert inn í myndinni. Sundahöfn, hún bara fyrir Reykvíkinga? Þegar vegurinn breikkaður frá Hafnarfirði út á Keflavíkurflugvöll, það bara fyrir Hafnfirðinga og Keflvíkinga? Nei, það fyrir landsmenn alla vegna þess að þetta eru stór og mikil mannvirki sem eru mikilvæg fyrir landsmenn alla, líka okkur hérna austur frá. Það gildir nefnilegast að það sama Fjarðarheiðargöng. Niður á Seyðisfirði að verða ein aðal út- og innflutningshöfn okkar Íslendinga við Evrópu. Miklu styttri leið heldur en suðurum og menn farnir að nýta þetta mjög mikið og ég bara svo að það sé alveg ljóst hvernig ástandið í dag. Það eru trukkar hér á leiðinni í Fjarðarheiði allan ársins hring
með aftan í vagna stóra tengivagna. Ég var á ferðinni til Seyðisfjarðar seint í apríl á síðasta vetri og þar lágu 3 trukkar þversum á leiðin upp stafina með aftan í vagn og verið að draga þann 4. upp með veghefli. Síðan voru þau dregnir yfir og þá var grænandi bílur. Síðan voru þau dregnir yfir þegar þau kom tilbaka þá mætti einum sem var að koma skautandi niður stafina. Þetta er ekki boðlegt. Þetta er ekki boðlegt og sko talandi það hvað þessi göng kosta á haus í Seyðisfirði. Hvað kostar Sundahöfn á hvern haus í Reykjavík? Þetta er ekki spurning íbúana, þó það er svo kaldranalegt sem ég er að segja þetta. Þetta er nefnast ekki aðalega spurning það. Það er bónus að íbúarnir fá betri aðgang og betri samgöngur. Aðalmálið er það að það er verið að tengja þarna eitt af stóru samgöngumannvirkjunum sem við höfum, sem er höfnin í Seyðisfirði og hún er stækkandi og hún er vaxandi. Það hefur komið hérna fram áður að það fara um 70 skemmtiferðaskip á síðasta ári og stefnir í 100 á þessu ári og það er fleira sem kemur til, þannig er ferjusiglingar og annað. Og þetta er stóra málið að það er verið að byggja upp atvinnulíf og innviði á öðrum stað en á suðausturhorninu. Og landsmenn allir eiga að sætta sig við það og eiga að fagna því. Það vill enginn að þetta land sporresist á suðausturhorninu. Það er enginn sem vill það. Og það er mjög mikilvægt að það myndist mótvægi við suðausturhornið og það bestu skilyrðin til þess eru hér á Austurlandi með þessum 2 sveitarfélögum, það er að segja Múlaþingi og Fjarðabyggð. Og vonandi bara sameinast þau einhvern tímann, mann fari í baráttunum að klára þess að ganga að gera alla. En að því sögðu að þetta er atvinnuspursmál og þjóðhagslega hagkvæmt vegna þess að í kringum svona mannvirki, og þá er ekki eingöngu að tala um höfnina niðri í Seyðisfirði, heldur líka Egilsstaðaflugvöll sem er reyndar til umræðu hér á eftir, að með þessum göngum og veg á milli sem er hluti af gangaframkvæmdinni, þá verður til stysta vegalengd nánast á heimsvísu á milli alþjóðaflugvallar og alþjóðahafnar. Það er til þess mun styttra á milli Egilsstaðaflugvallar og Seyðisfjarðarhafnar heldur en á milli Sundahafnar og Keflavíkur. Það munar mjög miklu. Og þetta er einstakt tækifæri. Þetta er einstakt tækifæri fyrir atvinnuuppbyggingu, tala ekki um atvinnustarfsemi sem nýtir báða kostina. Það er mjög algengt í ýmsu framleiðsluferli að vörurnar, hrávörurnar til framleiðsluna koma inn skipaleiðina en varan, oft hátæknivara, fer út flugleiðis og öfugt. Þannig að slík fyrirtæki sækja í það og sjá það sem bónus og mikinn kost að það sé stutt á milli. En það sem hefur kannski klikkað svolítið í þessu öllu saman hjá okkur er það að sveitarstjórn Múlaþings, hún hefur kannski alveg staðið sig í lappirnar með það að undirbúa þessi göng og undirbúa það að þessi mikla framkvæmdir að koma með öflugu aðalskipulagi hér í bænum. Það er að segja Egilsstöðum. Þar sem að þessi leið milli flugvallarins og hafnarinnar er gerð sem allra styst og menn skipuleggju sjáu fyrir sig til langara framtíðar hvar atvinnustar sem hafa byggjast þér upp og búa til, svo ég bara noti það slangorðið, verulega bara sexy umhverfi fyrir atvinnureikendur að koma hingað og byggja upp. Þetta hefur klikkað. Þetta hefur klikkað í svokölluðu leiðavali sem ég þori nú alltaf að nefna þetta. Þannig að ég er að nefna, ef ég ætla að nefna einhver leiða, þá er ég að stafa hana aftur og baka ef ég ætla að nefna hana. En þetta hefur klikkað og það hefur klikkað markaðssetningin að þessu. Það hefur klikkað markaðssetningin á þessu og það er dálítið seint í rassinn greipið núna, en vonandi taka menn sig við sér og hugsa þessi mál mjög verulega vel, ekki síst út frá aðalskipulagi, hér á héraði, sem skiptir mjög miklu í þessu samhengi. Færeyingar, nágrannar okkar, 70.000 manna þjóð, hún vílar ekki fyrir sig að grafa eyjarnar í sundur. 400.000 manna þjóð hér upp á að klaka, ríkisstjórn kvartar og kveinar ef hann fara að grafa þessi einu göngarna sem kostar einhverja 50 milljarða. Það fer nú annað eins í önnur eins í ýmis gæluverkefni, loftslagsmál og fleira.
Þannig ég held mér nættu aðeins aðtuga ef íslensk þjóð hefur virkilega ekki efni á þessum göngum, þessu hagkvæma, gríðarlega öfluga samgöngum mannvirki, þá held ég menn þurfa að fara að hugsa aðeins bara hjá ríkisvaldinu. Hvert fara allir peningarnir? Hvert fara þeir? Þannig það er greinilega, það vandar einhver á, ef þá virkilega þarf að leggja á einhverja nýja skatta og álögur á íbúð þessa lands út af þessari framkvæmd, þá er ég alveg hættur að skilja. Vegna þess að þegar innið enda þá er mjög auðvelt að sýna á það, ekki síst ef Múlaþing sýnir fram á djarfa atvinnuuppbyggingaráætlun, að þá er þetta að sýna fram á að þessi göng séu sennilega mjög hagkvæm og muni fljótt borga sig upp. Þannig að ég ætlum aðeins nýta í ríkisvaldinu það að vera kannski ekki alveg fara aðeins að naflaskoða sig ef menn virkilega telja sig ekki hafa efni á þessu. En ég biðla til þess og skora á sveitarstjórn í Múlaþingi að taka sig á í því að búa til hér aðskipulag sem breytir hlutunum hvað varðar mannfældaþróun og annað. Þannig að þessi göngurinn verði hagkvæmari vegna þess að það er alveg ljóst. Það er enginn að fara að byggja 50 milljarða göng fyrir 600 íbúa niður á Seyðisfirði svo þau komist í bónus. Það er bara bónus að þeir komast upp á Egilsstaði. Þetta er mjög ískalt að segja þetta, en þetta þurfum við að leggja mjög klár. Þetta er landsmál, þetta er ekki endilega sveitarmál, innansveitarmál, þetta er landsmál og hagstætt framkvæmd fyrir alla íbúa þess lands. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson hefur lokið máli sínu. Næst hefur Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, beðið um orðið. Já, forseti og góði fundamenn, þannig vil að bera í bakka fullan lækinn. Ég held að sé búið að koma inn á öll helstu atriðin. Það er kannski sem að ég vildi aðeins nefna bara af því að það er vitnað hér í skýrslu starfshóps ráðherra frá 2017 að kannski svipaðar niðurstöður lágu fyrir mér svolítið öðrum hætti þar sem var fjallað um þetta í eldri skýrslu. Og niðurstaðan var alltaf svo sama. Niðurstaðan var það að þetta væri sá kostur sem menn næðu mestum árangri með, sem væri besti kosturinn. Kannski aðeins tek bara undir það sem að Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi nefndi með umræðuna. Það er auðvitað mjög mikilvægt að öll sjónarmið heyrist. Okkur finnst kannski núna sem höfum verið við þessa málafylgju fyrir Austurland og Seyðisfjörð að þessi umræða hluta til hafi átt og fór fram þegar var verið að velja leiðarval gangnanna. Síðan kannski var bara ég vildi koma inn á og leggja sérstaka áherslu á sem hefur komið fram í ræðum sveitarstjórnarfulltrúa annarra, það er annars vegar þessi besti kostur. Þetta er besti kosturinn. Hann er dýrari eins og hefur líka komið fram. En þetta er bara eins og við kaupum, til dæmis, ég ætla bara að nefna bíla. Menn geta fengið bíla á mjög lágu verði en menn velja einhvern annan kost vegna þess að hann er betri, hann er öruggari og hann er betri. Og þannig menn að velja mannvirki til gríðarlega langs tíma. Það skiptir máli. Og eins og Eyþór Stefánsson sveitarstjórnarfulltrúi kom inn á, það er eiginlega ekki réttlætanlegt að fara að velja síðri kost í svona langtíma fjárfestingu. Nú hitt sem að ég ætla að koma inn á er sem að ég sakna kannski svolítið úr þessu við sjáum í skýrslunni er sviðsmyndagreining KPMG þar sem fjallað framtíðina og það held ég sé kannski verkefni núna meðal annars fyrir fjölmiðla. Hvernig verður framtíðin? Ekki bara með uppbyggingu Fjarðarheiðarganga því að þetta tengist áfram flugið og höfnin eins og hefur komið fram. Hvernig verður framtíðin fyrir Austurland, tækifærin og annað? Þetta held ég að séu mikilvægu málin framöndan að fjalla Takk. Þá hefur sveitarstjórnarfulltrúi Vilhjálmur Jónsson lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá er Helgi Hlynur Ásgrímsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, gott fundafólk. Ég er heppinn, ég þarf lítið að segja, það hefur allt komið fram. Þetta er við þurfum að horfa á þetta til langs tíma. Það er í mínum huga stóra málið. Við vitum alveg að Austurland verður eitt sveitarfélag innan skamms tíma. Við vitum alveg að þetta er eina gangnaleiðin sem tryggir samgöngur allan veturinn alltaf. Aðrar
aðrar þessi þrenngöng. Annars erum við alltaf með veðrin upp á Fagradal, þannig að það er niðurstaðan og þetta er eina leiðin sem tryggir samgöngur alltaf á milli. Þá erum við komið með samtengingu á firðina utan Borgarfjarðar og Vopnafjarðar og þetta er orðið eitt svæði og þá getum við farið að spýta í og fjölga íbúðum hér. Þetta er náttúrulega ekki eðlilegt ástand á Íslandi. Það eru 80% íbúðana sem búa þarna á jarðskjálfta og eldgosasvæðinu þarna fyrir. Og hér bara tekst okkur ekki að fjölga fólki. Okkur bara fækkar. Það verður ekkert gerst í því að fjölga fólki á Austurlandi frá þess að hlutfallslega hefur því fækkað bara ár frá ári. Við erum orðin 2,5% íbúa landsins eða eitthvað í þeim dúr, 3. Og við þurfum samgöngur til þess að laga þetta og það hljóta allir að sjá það, allir íbúa landsins sjá það. Og vissulega má gagnrýna þetta er verulega há upphæð, verulega há. En jarðgöng ef vel er að þeim staðið, þá er það fjárfesting til árhundraða. Ef það er farið í jarðgöng eins og best getur orðið, þau höfð niður við sjávarmál, höfð trygg, þá er þetta fjárfesting sem er með afskriftatíma 100, 150, 200 ár. Þannig að þetta er ekki, við erum alveg, Íslendingar erum algjörlega í færum til þess að gera þetta. Og auðvitað eigum við að spýta í með jarðgöng. Það vantar miklu víða land. Við erum ekki að gera nein jarðgöng núna, sem er frálegt. En þessi ákvörðun liggur fyrir. Og alveg sama þó að Stöð 2 eða Vísir og það batteri hjakki á því að þetta sé eitthvað rugl og rangt og með einhverju, ég veit ekki hvaða agenda þeir eru með í þessu máli, aftur einhver að veggjöld í göng séu sett upp til þess að fjármagna Fjarðarheiðargöng, það er ekkert rétt. Þau eru bara sett til þess að fjármagna gangagerð ef að verður og Fjarðarheiðargöng eru næst. Þetta er bara til þess að búa til andstöðu í samfélaginu við þetta. Og það er alveg eðlilegt að 80% íbúa landsins sem búa á Suðausturhorninu sjái þetta fyrir sér sem eitthvað stórt og mikið og dýrt sem það vissulega er. En þetta skiptir Íslendinga alla í heild mjög miklu máli. Við getum þá farið að fjölga íbúum á Austurlandi og ef að við viljum ekki vera borgaríki með eldgos innan borgarmarkana, eingöngu, þá þurfum við að huga því að byggja upp út á landi. Þetta er bara mjög stór hluti af því að við séum með einhverja raunverulega byggðastefnu í þessu landi. Og vissulega, ég tek undir það með þeim sem það hafa nefnt að þingmennir okkar í þessu kjördæmi mættu alveg gjarnan að stíga upp og segja eitthvað málið. Takk. Þá hefur Helgi Hlynur Ásgrímsson lokið máli sínu. Er einhverju fleiri sem að vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Þá ætla ég að biðja fyrsta forsetum að taka við meðan forseti tekur til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið. Svo vel. Takk fyrir, frú forseti og kæri sveitarstjórnarfólk. Mér langaði bara að þakka fyrir alveg óbúslega góða og gagnlega umræðum og auðvitað skilum að þegar það fer að koma nærri svona stórum og kostnaðarsömum framkvæmdum að einhverju fara að skjálfa beinunum og síðan þurfum við náttúrulega ekki öll að vera sammála. Það er alveg morgunljóst og það er líka bara gott. Okkur fannst kannski og mér finnst bara mjög mikilvægt að við séum upplýst og upplýsum
það hversu miklu máli þetta skiptir ekki bara fyrir okkar sveitarfélag heldur fyrir Austurland allt. Og það er raun og veru ekkert sem hefur ekki komið fram hér í dag sem ég hef við að bæta. Annað en það að ég bara óska þess að eins og hefur komið hér fram að umræðan þetta sé örlítið vönduð. Og það er kannski að því að ákvarðanatakan hefur átt sér stað yfir svo langt tímabil eins og Vilhjálmur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi kom inn á áðan. Þá er kannski þess vegna sem að það gleymist að það er algjörlega ástæða fyrir því að þessi niðurstaða varð og það er ástæða fyrir því að þessar framkvæmdir eru að fara af stað. Ég fagna því að við erum að fara af stað með Fjarðarheiðargöng, ég tala ofboðslega mikilvægt skref og ég hvet bara fjölmiðla að setja sig í samband við okkur sveitarstjórnarfólk ef að þeim vantar einhverjar upplýsingar og reikna með því að sveitarfélagi muni koma því á framfæri bæði við íbúa og aðra þá sem áhuga hafa. Teljist þess þörf að veita einhverja frekara upplýsingar fyrir utan það sem að Vegagerðin er tilbúin að veita upplýsingar Takk fyrir. Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið orðið sínu. Eru fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir þessu lið? Og svo er ekki þá fel ég forseta aftur stjórnfundarins. Takk fyrir það. Ég ætla þá að bera tillöguna upp. Ég hyggst ekki lesa hana aftur nema ég sé beðin það. Svo er ekki. Þá ber ég upp tillöguna undir lið 4, Fjarðarheiðargöng upp til samþykktar. Þeir sem eru samþykkir henni rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Þá vindum við okkur í næsta stóra mál fundarins sem er mál númer 5. Egilsstaðaflugvöllur sem alþjóðaflugvöllur. Fyrir liggur bókun frá fundi heimastjórnar Fljótsdalshéraðs dagsett 4. ágúst 2022 þar sem lagt til við sveitarstjórn að óska verði eftir viðræðum við innviðaráðuneytið uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar sem alþjóðaflugvallar. Eftirfarandi tillaga liggur fyrir fundinum. Sveitarstjórn Múlaþings tekur undir með heimastjórn Fljótsdalshéraðs varðandi mikilvægi þess meðal annars í ljósi endurtekinna jarðhræringa og eldsumbrota á Reykjanesskaga að ráðist verði sem fyrst í frekari uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar sem alþjóðaflugvallar. Mikilvægt er að unnið verði í samræmi við flugstefnu Íslands sem samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti gaf út 2019 en þar kemur fram að Egilsstaðaflugvöllur sé í forgangi við uppbyggingu varaflugvallar. Sveitarstjóra er falið að koma á fundi með innviðaráðherra varðandi málið. Og þá ætla ég að opna fyrir umræður og ætla að bjóða Vilhjálmi Jónssoni, formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, að koma hér í pontu og taka til máls. Forseti og góði fundarmenn, kannski aðeins að fara yfir tildrög ályktunar heimastjórnar og tillögu varðandi uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar sem alþjóðaflugvallar. Þetta kemur í kjölfar umræðu og meðal annars faglegar umfjöllunar vísindamanna stöðu millilandaflugs komið til röskunar á flugum Keflavíkurflugvöll vegna ófyrirséðra atburða eins og eldsumbrotin á Reykjanesi og í ljósi þeirra miklu hagsmuna sem eru undir. Innviðaráðherra hefur brugðist við umræðunni með jákvæðum hættum að hraða uppbyggingu sem er fagnaðarefni. Það lítur að teljast mikilvægt vegna uppbyggingar varaflugvalla á þeim séu öllu jöfnu reglubundin starfsemi til að nýta fjárfestinguna betur og því mikilvægt að aðrir nauðsynlegir innviðir verði jafnframt byggðir upp og aðstöðumiðin eru jafnaður, svo sem eldsneytisverð og möguleikar til annarra þjónustu við flugið. Aðstæður þykja mörgu leyti hentugar og hagfelldar en aðrir kostir sem hafa verið skoðaðir á Egilsstöðum, bæði frá náttúrunarhendi og út af landrými. Ég held að það verður alltaf þannig samt vegna þess að starfsemin er umfangsmikil í Keflavík. Þetta þarf að dreifa þessu álagi sem að hlýstaði komi til slíkrar röskunar. En líka leið þetta mikilvægt til þess að byggja upp atvinnulíf á Austurlandi. Og áherslan á uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar er ekki nýja nálin eins og sjá maður gegnum tíðina bókunum sveitarfélaga á Austurlandi og samtökum austfirskra sveitarfélaga SSA en hefur þótt heldur lítið miðað til þessa. Á 2. desember 2020 var samþykkt deiliskipulagsáætlun fyrir Egilsstaðaflugvöll og því forsendur til undirbúningsframkvæmda fyrir hendi. Eins og aðrar áhættur er framsýn og fyrirhyggja með uppbyggingu aðstöðu og viðbragðsáætlana svarið og því mikilvægt áhersla verði lögð á að hefja nauðsynlegar framkvæmdir sem fyrst. Takk.
Vilhjálmur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls og ég minni á mælendaskrá er opin. Forseti, góði fundamenn. Það er Egilsstaðaflugvöllur. En samhliða samgönguáætlun 2020 til 2034 sem samþykkt var á Alþingi 29. júní 2020 var kynnt fyrsta flugstefna Íslands. Tilgangur með mótun flugstefnu er að skapa umhverfi sem viðheldur grunni fyrir flugrekstur og flugtengda starfsemi á Íslandi og styður vöxt hennar. 7. liður undir lykil viðfangsefni nýrrar flugstefnu hljómar svo með leyfi forseta. Byggja upp innviði alþjóða flugvalla landsins með áherslu á að þeir mæti sem best þörfum flugrekanda fyrir varaflugvelli, Egilsstaðaflugvöllur sé í forgangi að því leyti. Svo koma með leyfi forseta helstu áherslur til að ná fram markmiði greiðar samgöngur. Það er öflugt kerfi flugvalla sem svarar þörfum þjóðarinnar. Það eru 3 liðir. Fyrsti, Keflavíkurflugvöllur verði áfram öflugur alþjóða og tengiflugvöllur sem standist samaburð við samkeppnisflugvelli erlendis. Annar liður, stuðlað að reglubundnu millilandaflugi fleiri alþjóðaflugvelli en Keflavíkurflugvöll. Rekstur alþjóðaflugvallana verði í einu kerfi á ábyrgð Isavia ohf. Þriðji liður, stutt verður við uppbyggingu Akureyrar og Egilsstaðaflugvalla sem alþjóðlegra fluggátta. Við uppbyggingu innviða þar verði lögð áherslu á að þeir mæti sem best þörfum flugrekanda fyrir varaflugvelli hér á landi og Egilsstaðaflugvöllur verði að því leyti í forgangi. Tilvitnun lýkur. Þessi texti úr flugstefnu Íslands í stefnumótandi skjali ríkisstjórnarinnar segir allt sem segja þarf mikilvægi þess að farið sé strax í mikilvæga uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli með tilliti til varaflugvallagildis og að flugvöllurinn standist kröfur sem alþjóðaflugvöllur. Hönnun á flugvöllinum hefur farið fram. Það er alveg vitað hvaða verkefni þurfa að fara í gang til að völlurinn getur sinnt skyldu sinni. Nú vantar bara fjármagnið og drífa þessar framkvæmdir í gang. Ingvar Tryggvason, reyndur flugstjóri hjá Icelandair, hefur verið formaður öryggisnefndar Félags íslenskra atvinnuflugmanna FÍA til margra ára og hefur nýverið látið á störfum í því embætti. Hann er reyndur flugstjóri hjá Icelandair og hefur barist fyrir auknu flugöryggi hér á landi og hafa umsagnir frá öryggisnefnd FÍA farið beint til samgöngunefndar. Ég fekk leyfi hans til að vitna í hans orð sem ég rak augun í gær og náði einnig í hans símleiðis stuttu fyrir þennan fund okkar hér. Ef ég tek orð hans beint með leyfi forseta, þá segir hann orðrétt að núna séu liðin rúm 4 ár frá mass diversion inn á Egilsstaðaflugvöll þar sem háskalegt ástand skapaðist vegna kerfislægra veikleika. Já, ég segi háskalegt. Það hefur ekkert breyst til batnaðar og ef slíkt myndi endurtaka sig á morgun, myndi atburðarásin verða hinn sama. Við getum reiknað með því að það taki 30 mínútur að lenda 4 vélum þar. Það er skólabókardæmi reaktívan safety kultúr stjórnsýslunar, stjórnmálana sem er út af fyrir sig alvarleg ógn við flugöryggi. Tilvitnun lýkur. Tilgangur og markmið öryggisnefndar FÍA er fyrst og fremst að fjalla og vinna að bættu flugöryggi. Það verður að vinna með áherslur og ábendingar þeirra nefndar sem skila inn umsögnum beint til samgöngunefndar. Við getum engan afslátt gefið af flugöryggi hér á landi og mann hryllir við þeirri hugsun að flugöryggi sé ekki í lagi hér á landi ef eitthvað kemur upp á. Svo sem eins og jarðhræringar, veðurfar, óhapp á flugbraut eða annað. Ingvar segir okkur hafa sloppið með skrekkinn oft og síðast hér á Egilsstöðum 2018 með því háskalega ástandi sem skapaðist og gat auðveldlega farið á annan veg. Ég hlustaði á þáttinn Spegillinn á mánudaginn og þá sagði háttvirtur samgönguráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson með leyfi forseta að unnin hafi verið flugstefna þar sem megin áherslan sé að byggja upp Egilsstaði sem megin varaflugvöll til að geta tekið á móti flugvélum ef það kæmi upp eitthvað óvænt atvik og á sama hátt að byggja upp Akureyri þannig að báðir vellir geti þjóna gildi sínu sem alþjóðaflugvellir.
Hann kemur svo inn á að það sé verið að vinna skipulag og hönnun á Egilsstöðum og þau gögn verða ekki klár fyrir framkvæmdir fyrir en 2024 og mögulegt sé að flýta því eitthvað. Ég er bara ótrúlega glöð að heyra þessi orð háttvirts samgönguráðherra því hönnun á Egilsstaðaflugvelli liggur fyrir. Áhugi er greinilega hjá ráðherra að flýta framkvæmdum á honum og þannig tryggjum við nauðsynlegt flugöryggi sem Ingvar Tryggvason, flugstjóri Icelandair og fráfarandi formaður öryggisnefndar FÍA hefur lagt gríðarlega áherslu á að fara í þær framkvæmdir á Egilsstaðaflugvelli og fari verði að stað strax á næsta ári, sagðan. Ég tek undir þessi orð og geri þau að mínum. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Hildur Þórisdóttir hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu fundarmenn. Með leyfi forseta þá ætla ég að leyfa mér að vísa í viðtal sem Austurfrétt tók við Þorvald Þórðarson sem er prófessor í eldfjallafræði við Háskóla Íslands. Og hann er svona að skora á íslensk stjórnvöld að fara að huga alvarlega því að byggja upp innviði víðar á landinu ef til þess kemur að eldgos á Reykjanesskaga loki leiðum þangan tíma. Það felst í þessu margvíslega áhætta að Keflavíkurflugvöllur sé 20 km frá eldsupptökum. Nú, tekjur af ferðamönnum árið 2019 voru 1,3 milljarðar á dag. Og standi valið milli flugvallanna Akureyrar á Egilsstöðum þá er það býsna skýrt vegna þess að Akureyrarflugvöllur er með afskaplega lítið landrými og erfitt að byggja þar upp flugvöll með fleiri en eina lendingarstefnu. Á Egilsstaðaflugvelli er talsvert meira undirlendi sem myndi nýtast til þess að þróa völlinn. Í austur, það er í raun og veru ótrúlegt að við séum einhvern veginn að eiga þessa umræðu núna og þetta gangi svona hægt. Þetta er svona enn eitt dæmið hvað stjórnvöld og kannski að köfli sveitarfélög bregðast oft við svona eftir á. Það er eldgos í gangi núna, annað eldgos á stuttum tíma. Við erum í virku tímabili sem mun vara næstu 200-400 árin. Og Keflavíkurflugvöllur er 20 km frá eldstöðunum með Reykjanesi. Egilsstaðaflugvöllur er 110 km frá Öskju. Í þessu viðtali þá nefnir hann að önnur eldfjallaríki hafi gert slíkar ráðstafanir sem hann er að mæla með og hann nefnir bæði Hawaii og Nýja-Sjáland þar sem að hver eyja er með alþjóðlegan völl og þau eru með eitt aðalflugvöll og svo 2 alþjóðlega varaflugvölli. Þannig að ég bara tek undir orð Berglindar Hörpu. Við þurfum að flýta þessari hönnun og koma þessum framkvæmdum í gang helst á næsta ári og taka þessi mál alvarlega svona byrgja brunnin áður en að barnið dettur ofan í hann. Takk fyrir. Takk fyrir það og þá hefur Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu. Forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta þingforseta að taka við. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjarsdóttir hefur beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég fagna þessari umræðu, líkt og fyrri umræður hér á fundinum í dag. Við hefur fundist áhugavert hvernig þessi umræða eins og önnur umræða þetta sumarið hefur farið út víðan völl og getum bara tekið undir það sem hér hefur komið fram. En það er alveg ljóst að þegar við erum komin inn í þetta tímabil á jarðhræringum á Reykjanesi sem að var alltaf vitað að myndi á einhver tímapunkti hefjast, að þá er ágætt að við séum bara með það að reyna og það er heldur ekki koma upp bara í gær. Þetta var þegar eldgosið byrjaði núna aftur og þá var eins og þyrfti að minna menn á að það væri búið að segja að þetta væri næstu 2400 árin. Þá þyrfti einhvern veginn aftur að rifja upp 1,5 ári seinna núna. Þannig að umræðan hún hefur farið út allt og til að tryggja öryggi, flugöryggi, að þá hafa svona aðilar leitast til þess að reyna að finna nýja staði fyrir flugvelli, eins og þetta hafi aldrei komið upp áður og aldrei verið rætt áður. En það er alls ekki þannig. Og flugstefnan hún segir ansi skýrt þetta. Og það er svolítið gott að við bara horfum að við horfum bara raunsætt á þetta. Segjum svo að það lokist af leiðir til Keflavíkurflugvallar.
að þá vitum við það alveg að Akureyri, Egilsstaðir, Reykjavíkurflugvöllur þeir eiga eftir að hafa fullt í fangi með það að halda í við bara það flug sem nú á sér stað Keflavík. Burtséð frá því hvort sem þið sé eitthvað að bætast við. Við vitum það að núna Condor að fara að fljúga 1 sinni í viku til Austurlands. Þetta í annað skipti núna á ekkert svo löngum tíma þar sem að ferðaskrifstofur og flugfyrirtæki sjá sér hag í því að reyna beint flug og auðvitað vitum við það að það getur tekinn tíma að þróast og það þarf að byggja upp markað. En það þarf líka að byggja upp flugvöllin. Flugvöllin verður að vera tilbúin til að taka á móti og vera svo varaflugvöllur sem það þarf að vera, koma eitthvað upp á. Og þá nú skemmst að minnast þess að það nú ekkert langt síðan við vorum með Eyjafjallajökul sem að lokaði öllum flugumferðum hérna á suðvesturhornið. Við vitum það líka, það ekkert endilega hægt að segja til hversu langt í farmflutning á fiski hérna austan, en bjartsýnustu spár manna hér myndi segja að næstu 5-7 árunum gætu við verið að sjá þá framþróun að það sé vilji og komin sá forsenda og sá markaður að vera að flytja út ferskan fisk með flugi, kannski 1 sinni í viku. Og þá erum við líka alltaf komin í þetta, hvort kemur á undan eggið eða hænan, flugvöllurinn eða flugvélarnar og í hvað tilgang eru flugvélarnar að koma. Og ég held að sé bara mjög mikilvægt að við bara horfum til þess og hvetjum til þess að fá fund með innviðaráðherra og reynum að flýta öllum framkvæmdum við Egilsstaðaflugvöll til að tryggja að við höfum það flugvöll sem getur tekið við ferðamönnum og farmi ókomna tíð. Og þetta tengist að sjálfsögðu líka Fjarðarheiðargöngum af því að þar eru tryggar samgöngur á sjó, þar eru styttra frá Evrópu og þannig að þetta helst allt í hendur. Þannig að ég hlakka til að eiga hana fund og ég fagna þessari umræðu Egilsstaðaflugvöll og ég bara hlakka til að fara að byggja upp stærri flugvöll og þann flugvöll sem við þurfum til þess að sinna því hlutverki sem hann hefur í dag. Takk fyrir. Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið orðið sínu. Eru fleiri sem vilja kveðja sér hljós undir þessu leið? Helgi Hlynur Ásgrímsson, kveðja sér hljós, gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi og ég færi forseta aftur stjórnarfundarins. Forseti, annar fundur fólk, það er ekki margt sem ekki komið fram hérna. Við funduðum hérna fyrir nokkrum vikum með forstjóra Icelandair innanlandsflugið og fleirum þaðan. Þar kom meðal annars fram í máli hans að flest flug til Keflavíkurflugvallar tilgreina varaflugvöll minni Lervík í Skotlandi. Vegna þess að varaflugvöllin í Íslandi ekki, þeim bara gangi ekki upp. Þar af leiðandi er miklu meira eldsneyti borð í vélunum heldur en þyrfti að vera ef að flugvöllin væru hæfir til þess að taka við þessu. Þannig að þetta er líka þar af leiðandi orðið mjög stórt loftslagsmál og kostnaðarmál í sambandi við flug, sko. Þannig að þetta er bara ein rökin í þessu, sko. Við eigum náttúrulega að fljúga í Egilsstaði. Þetta er svo miklu styttra flug. Við erum svo miklu nær. Keflavík er í Ameríku. Ameríkuflekanum. Sko, þetta er svo sjálfsagt mál að þessi flugvöllur sé byggður upp. Það hníga öll rök að því og við erum algjörlega öll sammála það að við bara ýta stíft á eftir þessu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgrímsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem að vilja tjá sig? Ég ætla að segja Pétur Heimisson, sveitarstjórnarfulltrúi og eftir honum sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson. Frú forseti, kæru sveitarstjórnarfulltrúar, við langar bara að hnykkja á einu atriði, nefnilega því að uppbygging flugvallar á Egilsstöðum, eins og komið fram þetta með alþjóða tengslin, en það er líka stór liður í því að jafn fjarri hátækni í heilbrigðisþjónustu og við erum, þá er alveg gríðarlega mikilvægt að við höfum hverju sinni mjög öflugan flugvöll með í rauninni hámörkun öryggis á því sviði, sem ég kann ekki að tíunda nánar. Og það leið skapar líka grundvöll fyrir atriði sem heitir björgunarþyrla á þessu landsvæði sem er
í rauninni líka mjög þarft og brýnt mál þó það tengist uppbygging flugvallarins hugsanlega örlítið óbeint en það styrkir grundvöll fyrir það. En fyrst og fremst þetta komaði á framfæri að styrking Egilsstaðaflugvallar sem alþjóðaflugvallar leið það að tengja okkur heilbrigðisþjónustu. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Pétur Heimisson hefur lokið máli sínu. Næstur hefur Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, beðið orðið, gjörðu svo vel. Já, frú forseti og annað fundafólk. Ég get nú ekki látið Egilsstaðaflugvöll vera á dagskrá öðru sem að minnast á það sem ég hef nú minnst á nokkur sinnum áður hér í pontu sem hefur ekki komið fram ennþá, en það nú ég svo sem ekki sérfræðingur, en í mínum huga lítur það að vera einn besta leiðin til að festa Egilsstaðaflugvöll í sessi sem alþjóðaflugvöll að þar fari fram millilandaflug, og í því samhengi það líka mjög mikilvægt samhliða uppbyggingu vallarins að það sé farið í þessa sem verið að afnema úr byggðaáætlun núna, sem jöfnun eldsneytisverðs til þess að flugvöllurinn sé samkeppnishæfur millilandaflug, þess að jöfnun á flugeldsneytisverði milli flugvalla, og jafnframt að flugþróunarsjóður sé notaður af einhverju viti, ekki bara að byggja upp kamra við Suðurlandið. Og þetta finnst mér bara mikilvægt, og sérstaklega svona því að forseti sveitarstjórnar Jónína Brynjólfs var að velta hérna upp áðan hvort kæmi undan eggið eða hænan. Þannig að ef millilandaflug þarf til þess að það sé hægt að gera eitthvað að viti á Egilsstaðaflugvelli, þá þarf allavega að búa til aðstæður þannig að millilandaflug geti orðið. Takk. Þá hefur Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu, og þá hefur Þröstur Jónsson óskað eftir að fá að taka til máls, gjörðu svo vel. Frú forseti, þannig að gott sveitarstjórnarfólk. Ég ætla einmitt að hnykkja á þessu sem Eyþór var að nefna hér eldsneytiskostnaðinn, vegna þess að það fyrst kannski þetta, náttúrulega vandi settur að tala Egilsstaðaflugvöll vegna þess að það vill svo til að hann umlíkin á 3 kanta af Egilsstaðajörðinni. Þannig að ég verði ekki að halda mig við norður endan og norðan Eyvindarár. Það ekki illa fyrir mér. En Egilsstaðaflugvöllur vannýttur. Hann vannýttur flugvöllur og það alltaf svoleiðis með vannýtt mannvirki. Það erfitt að fá þá sem eiga að byggja þau upp til þess að stækka þau enn frekar. Og vannýtingin kemur til að ég held mjög mikið einmitt af því sem sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson var að nefna hérna áðan, að eldsneytiskostnaður hefur ekki verið jafnaður. Og ef það má beina einhverju til ríkisvaldsins það að það vill gera eitthvað virkilega fyrir Egilsstaðaflugvöll til þess að hann komist af stað, þá það þetta sem öllum finnst nú einhvern veginn rosalega einfalt, og þetta margbúið að sýna fram á þetta kostar tiltölulega lítið, kostar mjög lítið í hvað varðar hækkun á eldsneyti á Keflavíkurflugvelli, að þessi eldsneytiskostnaður verði jafnaður. Ég held að það sé nú algjörlega fyrsta skrefið ef stjórnvöld vilja yfir höfuð sýna einhvern vilja til þess að þessi flugvöllur byggist upp. Þannig að svo bara það sé nú hnykkt að þessu einu sinni enn, ég held að ég veit ekki hvað við erum oft búin að hnykkja á þessu, hér í sveitarstjórn, í byggðarráði og víðar. Alltaf verið að tala það, það gerist ekki neitt. Þetta áratugir og ekkert gerist í þessu einfalda atriði. Næsta sem ég vildi nefna það einmitt að þetta flugvallarmál hangir mjög mikið með því sem við vorum að ræða hér á, þannig að það höfnin á Seyðisfirði og þessa einstaka tækifæri sem að tengja þessi 2 mannvirki með stuttri vegalengd, sem bara nánast einstakt á Liggurvíð og Hreinsvísi. Þetta vissulega til annars staðar en þetta ekki mjög víða. Og það bara leggja áherslu á það að sveitarfélagið fara að hraða aðalskipulagi og geri svolítið
djart skipulag. Sko það er eitt að tala um uppbyggingu á Egilsstaðaflugvelli og annað þegar sami maðurinn eða sömu aðilarnir að tala um uppbyggingu á íbúðarhúsnæði fyrir utan Eyvindará og í flugvöllin. Vitið nú við. Það vill enginn búa nálægt flugvelli. Það nægir að nefna ágætt dæmi frá Danmörku, Amager, þar sem að menn gerður þessi mistök að þeir settu íbúðarbyggð alveg í flugvellin og fasteignaverð, ef maður vill fá ódýra fasteign þá kaupir maður hana á Amager, staða nálægt Kastrup flugvelli. En það er mjög furðulegt að tala fyrir uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar á meiri trafík á hann og hinn orðin að tala um íbúðauppbyggingu fyrir utan Eyvindará og í flugvöllum. Og í flugvöllum á að vera atvinnustarfsemi og aftur atvinnustarfsemi. Og svo atvinnustarfsemi á auðvitað að vera líka það sem er stutt í rafmagn, sem er Eyvindarárstöðin sem er þarna rétt hjá. Og slík atvinnustarfsemi, hún vill vera nálægt þjóðvegi sem liggur á milli þessara mannvirkja. Og nú ætlum ég bara að segja það, ískalt. Það er algjör háski að ætla að fara með þessa leið frá göngum hérna suður fyrir og eyðileggja þennan möguleika sem við eigum að tengja þessi tvö mannvirki saman með svokallaðri norðurleið. Og ég ætla bara að biðla til sveitarstjórna, þó að þeim þykja það afskaplega sárt að ég skuli vera að tala um þetta hér, að sko fara að athuga þetta mjög alvarlega. Að þetta að það er að líta á aðalskipulagi, hvernig ætlum við að setja íbúðarbyggð, ætlum við virkilega að setja hana ofan í flugvöllin sem við viljum að ykst trafíkin á og enginn vil búa þar ofan í, eða ætlum við að byggja hér suður eftir og suðaustur eftir og gera þetta virkilega svona svæði þarna út frá með flugvöllinum, aðdráttarsvæði fyrir atvinnulíf. Og þar með getum við rökstutt og gert meiri hvata fyrir ríkisvaldið uppbyggingu beggja þessara mannvirkjar, það er að segja flugvöllin annars vegar og jarðgöngin hins vegar. Ég held að skipti alveg ótrúlega miklu máli og miklu meira máli en menn halda þessi blessaði vegur frá göngum og til flugvallar. Og ég held að skipti meira máli tengingin þar á milli eða tengingin á milli byggðarlaganna sem slíkar, það er að segja Seyðisfjarðar þéttbýlisins og Egilsstaða þéttbýlisins. Og bara að lokum af því að ég hjó hérna eftir í ágætarræði hjá sveitarstjórnarfulltrúa Pétri Heimissyni. Hann talaði um flugvöllin sem sagt mikilvægan sjúkraflugvöll, hárrétt Pétur, og ef við hugsum til þess að koma sjúkraflutningum frá Norðfjarðar sjúkrahúsi og öðrum stöðum allra hraðast og allra fyrst niður á flugvöll, þá liggur alveg ljóst fyrir hvor leiðin er þar hendur. Ég ætla ekki að það er ekki að nefna hana aftur, en ég nefnt hana aftur og vega með vilja sko hann. Jú, vorðuleið. Takk fyrir. Og þá hefur sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki og þá ætla ég að taka tillöguna til afgreiðslu. Ég hyggst ekki lesa hana aftur eins og í síðasta leið. Nema einhver óski þess, er einhver sem óskar þess að ég lesi tillöguna aftur. Svo er ekki, þá tek ég hana til afgreiðslu. Þeim sem eru samþykki tillögu undir leið 5, Egilsstaðaflugvöllur sem alþjóðaflugvöllur, rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að leið 6, skýrslur heimastjórna. Og mér langar að biðja formann heimastjórnar Borgarfjarðar að koma og gefa okkur skýrslu. Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel. Já, forseti og annað fundafólk. Ég verð ekki jafn langurðu núna á áðan, það liggur ljóst fyrir, enda höfum við bara haldið einn fund og þar var á dagskrá 1 mál. Ég þarf nú svolítið að leggja mig til. Við í heimastjórn Borgarfjarðar ákváðum sem þetta halda aukafund sem vegna fyrirhugara framkvæmda í Fjarðarborg. Það sem var ástæða þess var að það kom fram breytingartillaga við upphaflegt plan
sem að við slóum ekki út af borðinu, enda hefur hún ýmsa kosti og ýmsa galla, og það var í stuttumáli sagt ákváðum við að meta aðeins betur báða þessa kosti og vildum fá alla aðila á borðinu. Þetta var fjölmennu fundur og margir sem heimsóttu Borgarfjörð þennan dag. Við sem sagt ætluðum að hafa fund í síðustu viku, en við frestuðum honum til þess að freista þess að ná einmitt að fá gögn Fjarðarborg til þess að geta tafið það verkefni sem allra minnst, og næsti fundur er fyrirhugaður í næstu viku. Og þá ætla ég aðeins að misnota mér aðstöðu mína og segja ykkur hvað er að frétta á Borgarfirði. Það er sem sagt vegaframkvæmdir út allt núna á Borgarfirði. Það er sem sagt, það er farið að sjá fyrir endan á Borgarfjarðarveginum, sem er afskaplega gleðilegt. Þetta verður hraðbraut, það er að vera tilbúið, og svo verður ég að játa það á mig að svo var sem sagt verið að laga malbikskafla á vegkafla sem við köllum Eyjarnar, sem er langi beinikaflinn fyrir Vatnsskarðið, og þar er búið að slétta og gera eiginlega fínt, og ég hafði ekki hugmynd að þetta stæði til. Þannig að þetta var óvænt ánægja. Og svo er verið að breikka, svo er farið að sjást hælar á leiðin út í Höfn, og ég þykist hafa vitað fyrir víst að það standi til að breikka Hafnarveginn, sem er mjög mikilvægt öryggisatriði, enda fara tæplega 50.000 manns í Hólmann, og jafnframt fara þarna flutningar afla, og það getur verið mjög varasamt ástand sem skapast þarna á veginum í mikilli trafík á mjóum veginum. Annað í fréttum sem ég ætlaði að segja ykkur frá er að það er búið að stækka Hótel Blábjörg. Það er komin níu ný herbergi, og það er í óðan verið að klára að reisa þar þrjá nýja húsakosti á Borgarfirði. Það sem er svona á döfinni hjá heimastjórn fyrir utan þennan fund í næstu viku er að við ætlum að reyna að ná tali af fjallskilastjóra Borgarfjarðar. Ég held að það sé réttur titill á hann, og þar veit ég, og ég hef sagt áður hér í pontu, að það er áhugi meðal borgfirðinga og þá sem eru í þessum göngum að skoða fyrirkomulag gangna. Það er erfitt að tala um göng á þessum fundi, að tala um löggöngur, að endurskoða fyrirkomulagið í Lómundafirði, en það gilda sem það lög frá Alþingi, það sem er sagt hvernig þetta eigi að vera, og það er nú orðið svolítið síðan ég gluggaði lögin, ég man ekki alveg hvort það er notað orðalagi Borgarfjarðarhreppur eða sveitarfélagið. Það er svona, ef ég skil málavöxtur rétt, að ég leiðrétti þá bara næst, að borgfirðingu finnst svona heldur mikil ábyrgð gamla Borgarfjarðarhrepps á göngunum í Lómundafirði, og vilja að það sé svona dreift miða við hvaðan féð kemur sem er þar í firði yfir sumartíman. En það kemur bæði af Héraði og Seyðisfirði. Já, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, takk. Við þökkum formanni heimastjórnar Borgarfjarðar kærlega fyrir skýrsluna, og þá ætlum við að taka fyrir næst skýrslu heimastjórnar Fljótsdalshéraðs og bjóðum Vilhjálm. Það er ekki Djúpivogur núna, það var engin fundur. Vilhjálmur Jónsson, formaður heimastjórnar Fljótsdalshéraðs, gjörðu svo vel. Forseti og góðir fundarmenn. Þetta komið hérna. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs hélt fund þann 4. ágúst, og dagskrá fundarins voru 11 liðir.
Ég ætla að fara svona yfir þá sem að kannski þarnast einhverja skýringa við, en öðru leyti kemur þetta fram í fundargerðinni. En það var farið yfir og lágu fram á fundinu drög að fjallskila samþykkt sem er búin að vera í vinnslu nokkuð lengi og var starfshópur á vegum sveitarfélaganna að vinna í. En eins og ég skil máli núna og ég held að sé ljóst að það er verið að vinna úr ábendingu sem að atvinnuvegaráðuneytið gerði við samþykktina. Þetta er dálítið mikilvægt að fara að koma þessu í ljúka vinnu við þessu endurskoðun. Nú, gánaboð og gánaseðlar komið til umfjöllunar og heimastjórnin gerir ráð fyrir að fundi í næstu viku af því að það hafði ekki borist gánaseðlar frá öllum svæðum og eins líka hitt til þess að gefa byggðaráði færa á að fara yfir og ákveða endurgjald fyrir svæðin. Það kom svona ákall á sameiginlegum fundi sem var haldið með fjallskilastjórum að samræma endurgjald fyrir dagsverk og það er svona vænst að það kom inn á næsta fund byggðaráðs. Nú í 5. lið á dagskránni lá fyrir boð ársfundar náttúruverndar frá Umhverfisstofnun og samþykkti heimastjórnin að taka þátt í fundinum, en einnig var lagt til að heimastjórnin stæðu saman að kynningafundum hlutverk náttúrunefnda og það er svona unnið að því að koma á slíkum fundi. Ég held að sé mjög mikilvægt vegna þess að fyrir utan það að störfin eru mikilvæg þá kannski eru þetta svolítið misjafnar áskorunar og ég held að sé mjög mikilvægt að þeir sem eru að koma inn í heimastjórn og koma nýir inn í heimastjórn og heimastjórn þeir sem störfuðu á þessu stuttakjörtímabili sem var að styrkja þetta starf. Nú það er síðan kannski bara sá liður sem að hefði fengið umfjöldun en væri ekki búið að fjalla svona ítarlega að það er Egilsstaðaflugvöllur, en það eru litið bara takk fyrir. Við þökkum formanni heimastjórnar Fljótsdalshéraðs kærlega fyrir. Við erum að Jónsson Sveitsson fulltrúi við lokið málsinu og þá ætlum við að bjóða formann heimastjórnar Seyðisfjarðar, Björg Eyþórsdóttir, Sveitsson fulltrúi Gjörsvel. Já, frú forseti, gott fundarfólk. 2005. fundur heimastjórnar Seyðisfjarðar var haldinn 4. ágúst. Til afgreiðslu voru meðal annars tilnefningar í stjórnir Tækniminjasafnsins og Skaftfells og verkefnastjórn Seyðisfjarðarverkefnisins og niðurstöðu þeirra má sjá í fundargerð. Heimastjórn fekk bæjarverkstjóra Seyðisfjarðar á fundinn sem fór yfir ásýnd og stöðu mála hvað var tiltækt í firðinum með tillit til úrbóta. Heimastjórn vill leggja til samhent hreinsunarátak allra til að bæta ásýnd bæjarins og er svo vinna nú þegar hafin af hálfu bæjarins og hyggst heimastjórn fylgjast grannt með gangi mála þar. Þá hefur heimastjórn áhyggjur af framtíð vannýttra eigna við Stöðvarlæk sem er í eigu Múlaþings eftir skriðuföllin 2020. Þarna eru hús í niðurnýslu annars vegar og svo íbúðarhúsnæði hins vegar sem standa auð nú þegar sár vöntun er á íbúðarhúsnæði og eru auk þess kostnaður fyrir sveitarfélagið að halda við. Heimastjórn vill því leggja það til að skoðaðir verði allir möguleikar á því að þær eignir sem ekki fara í friðlýsingu verði auglýstar til sölu með fyrirvara flutninga eða takmarkaða notkun á þeim stað sem þeir eru standa nú og með því væri þá opnað á möguleika þess að ferli gengi hraðar fyrir sig þar sem að lítið hefur gerst í þessum málum frá því að skýrsla ráðgjafarnefndar flutning húsa og uppbyggingu kom út. Heimastjórn tók einnig umræðu þau tíðu rof vatnslagna sem hafa átt sér stað og kallar eftir upplýsingum stöðu mála og jafnvel úttekt á lögnum af hálfu Íslenskrar orkuvirkjunar í Seyðisfirði. Að öðru leyti er vísað í fundargerð heimastjórnar með afgreiðslu mála sem fyrir fundinum lágu. Takk fyrir það. Þá hefur Björg Eyþórsdóttir formaður heimastjórnar Seyðisfjarðar og Sveitsson fulltrúi lokið málsinu undir liðnum skýrslur heimastjórna og er sú dagskrá tæmd. Þá hefur sérst ekki verið fundur hjá heimastjórn Djúpavogs og verður á morgun, þannig að það kemur fyrir næsta sveitarstjórnarfundi. Þá erum við komin að fundargerðum og ég hyggst taka þær til afgreiðslu eins og við gerðum á síðasta fundi eftir nefndum. Það vill bara svo til að það er bara ein fundargerð frá hverri nefnd, þannig að við förum bara í gegnum þetta. Næsta dagskrá er því liður númer 7, byggðaráð Múlaþings fundargerðir, fundargerð 55 og ég ætla hér með að opna mælendaskrá undir þeim lið. Er einhver sem vill tjá sig? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel.
Já, frú forseti, annað gott fundarfólk. Skil ekki rétt að þetta sé að liðið 7 vegna þeim að víxlað í gögnunum í gær. Það er til liðið 7. Byggðarráð Múlaþings, já. Þetta varðar lið þar undir 2 óskum umsögn umhverfismats skýrslu vegna Fjarðarhagaganga og hins vegar lið 3 umhverfis- og framkvæmdaráð Múlaþings. Semst fundargerð. Ég sem sveitarstjórnarfulltrúi var gerður vanhæfur að fjalla á þessa liði á fundi byggðarráðs og vísa út á fundi og fekk varamann okkar Örn Bergmann inn í staðinn. Ég bókaði mjög harðorða bókun undir báðum liðum þar sem ég gagnrýndi þetta mjög vegna þess að ég tel og lögfræðingur minn telja að þessi brottvísun eða öllu heldur kosningum vanhafi standist ekki lög og ég hef að þessu ákveðnar áhyggjur ekki vegna sjálfs mín heldur út af því sem heitir lýðræði í þessu landi. Þegar einhverjir eða ég veit ekki hvaðan þetta spratt upp, hvort þetta spratt upp einhver staðar innan sveitarstjórnar eða hjá einhver afli út í bæ einhver staðar eða Suður Reykjavík eða hvað sem það er, hvaðan sem þetta kom, þá lítur þetta mjög einkennilega út að ég er gerður vanhæfur vegna blóðskyldleika við landeigendur sem liggja að þessum blessuðu leiðum sem eiga að koma frá Fjarðarheiðargöngum héraðsmegin. Alveg sama hvort farið norðurleiðina eða suðurleiðina, að þetta land er það til staðar. En það kemur skýrt fram í lögum að það beri að túlka þau strangt og sveitarstjórn fékk 2 lögfræðiálit, annað var mjög loðið, væga sagt, það sagði hvorki af né á, hitt sem kom frá sambandi sveitarfélaga, lögfræðingi þess, var svo sem ósköp þund, þá bara sagði jú ok, vangavelturnar í fyrra lögfræðiálitinu eru réttar, en það ber að túlka þessi lög þröngt, strangt stóð það reyndar sem er sama á þröngt. Þannig að sveitarstjórn, eða þeir sem guðsum á vanhæfi, voru aðvaraðir að gera þetta. Og þegar svona er gert að illa grunduðu máli, þá er það aðför að lýðræðinu. Og ég ætla að koma hér á framfæri að nú hefur þessi gjörningur verið kærður til innviðaráðuneytisins með stjórnsýslukæru og vonandi kemur einhver niðurstaða úr því sem allra fyrst til þess að þetta leiðindamál sem er að rauna að raska friðinum í þessari sveitarstjórn töluvert mikið, að það úr því verði skorið. Og vonandi verður það svo úrskurður lýðræðinu í hag. Því að svona mál hafa komið upp áður og fordæmin eru fyrir því þar sem að tengsla hafa verið miklu meiri að hugsanlegt vanhæfi hefur verið slegið út af borðinu af ráðherra. Þannig að ég vildi koma þessu á framfæri einu sinni enn, fyrst og fremst vegna þess að ég er að standa upp fyrir lýðræðið, ekki fyrir sjálfan mig. Þetta er alvarlegur gjörningur, mjög alvarlegur. Takk fyrir. Þá hefur sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Hildur Þórisdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, þetta varðar lið 14, Hafnargata 44, Seyðisfirði, undirbúningur friðlýsingar. Þar sem kemur fram að það liggur fyrir beiðni frá umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu umsögn sveitarfélagsins vegna tillögu Minjastofnunar Íslands að friðlýsingu húss við Hafnargötu 44 á Seyðisfirði. Og það er semst ekki gerðar athugasemdir við þessar tillögur Minjastofnunar í byggðaráði, en mér langar að spyrja sveitarstjóra aðeins út í gangmála varðandi uppgerð hússins. Mér skilst að þetta hefur verið komið inn á framkvæmdasvið og þar séu starfsmenn sem bera ábyrgð á þessu og mér langar svona þess að heyra stöðu mála því að
ástand húsins er orðið afar bágborið. Takk fyrir. Þá hefur Hildur Þórisdóttir sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu og beindi spurningu til sveitarstjóra. Björn Ingimarsson kemur til svara. Já, forseti og gott fundarfólk. Varðandi þessa fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúi Hildar Þórisdóttur, þá sko hefur í rauninni þessari afgreiðslu eru komið á framfæri við ráðuneyti. Við höfum ekki fengið síðan formlega sko afgreiðslu eða yfirlýsingu það að það sé búið að friðlýsa. Þetta er í rauninni bara tillagan sem kemur og barst á umhverfis orku og loftslagsráðuneytinu, en við hefum ekki fengið afgreiðslun á friðlýsingun. Það er alveg lykillinn af í rauninni næstu skrefum. Ég er alveg sammála því að þetta er í slæmu ástandi, en lykillinn af þessum skrefum er í rauninni friðlýsingin. Og ég bara bind vonir við það að ég þykist svona að ég svona legg það út að út frá bara sumarleyfum og annað, þá hafi þetta tekið lengri tíma núna heldur en ella. Ég á bara vona að fá þetta bara fljótlega. Takk. Sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur lokið máli sínu. Sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur Ásgeirsson hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, aðrir fundarmenn. Þetta mál sem að Þröstur Jónsson kom hér inn á áðan, vanhæfið, við frestuðum ákvörðun málsins á síðasta sveitarstjórnarfundi, tókum það, síðan var það tekið fyrir á byggðarráðsfundi vegna við sem sagt fórum fram á það að fá svör frá sambandi íslenskra lögfræðingu sambands íslenskra sveitarfélaga. Við mér fannst illa að þessu máli staðið, bara í heild. Það var lélegt að hafa ekki samband við Þröst þegar hugmyndin þetta kom fram, að tékka þessu, og ég er ekki að segja að það get ekki verið að hann sé vanhæfur. Hins vegar þá sendi sveitarstjóri þetta á samband á lögfræðingarna sambandsins, en hann sendi sem sagt niðurstöðu Jóns Jónssonar sem við vorum búin að borga fyrir að komast að niðurstöðu málið, og kannski einhverjar aðrar upplýsingar, ég veit það ekki, en sko í svona málum þá leitum við til þeirra sem best þekkja, og það eru lögfræðingar sambands íslenskra sveitarfélaga. Það er algjörlega á hreinu og það getur ekki verið yfir vafa hafið. Það að mata hann á einhverjum upplýsingum sem við erum búin að fá ráða lögfræðing til þess að útbúa, það er mjög skringilegt. Ég á þessu byggðarráðsfundi þar sem þetta er borið upp, þá satt ég hjá við aðra aðgreiðsluna en greiddi atkvæði gegn vanhæfi í hinni. Þar vorum við að tala um aðalskipulagsmál og þar er ennþá ríkari krafa gerð að það sé algjörlega á hreinu að vanhæfi sé ræða. Þeir eru verið að ræða aðalskipulagsmál. Og það að Þröstur sé vanhæfur vegna þess að bróðir hans á landið, og það liggur ljóst fyrir að þeir eru á öndverðu máli málið, að sem sagt fyrrverandi sveitarstjórnarfulltrúi geti þaggað niður í rödd bræðra sinna af því að þeir eru ósammála vegna þess að þeir eru blóðskyldir. Það er bara snúningur á lýðræði sem að mér líkar ekki. Takk. Nú er Helgi Hlynur Ásgeirsson sveitarstjórnarfulltrúi lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór Stefánsson, gjörðu svo vel, sveitarstjórnarfulltrúi. Já, frú forseti og annað fundarfólk. Ég langar aðeins að spyrja hérna út í
þetta er þá liður 7 á fundardagskránni, ég man rétt, byggðarráð, og þetta er liður 12 hérna í fundargerðinni. Það er samt verið að vinna grænbók vegna stefnumótunar í 3 málaflokkum, og það sem ég er sérstaklega forvitinn að fá kannski heyra og beinu fyrirspurn annað til formanns eða formannsráðsins eða sveitarstjóra eftir því hver vill svara mér. Það er sem sagt stefnumörkun mótun nýrrar húsnæðisstefnu. Vildu þið vera svo væn að gefa mig kannski svona smá krasskúrs í hvað stendur þar til og í því samhengi vil ég benda á að mér finnst hvernig við Múlaþing unnum húsnæðis áætlunina okkar á síðasta kjörtímabili fannst mér alveg mér fannst það ekki gott hvernig við stóðum þar á málum. Það var ekki gerð minnsta tilraun allavega fyrstu sinn, ég man nú ekki alveg hversu ítarlega við fórum í að leiðrétta það eftir að gagnrýni kom, en það var ekki gerð nein tilraun til þess að meta núverandi uppsafnaða húsnæðisþörf á hverjum stað, heldur var bara metið út frá mannfjöldaspám hvernig húsnæðisþörf myndi breyta, og fyrir svona þann sem þekkir ekki til á svæðunum sem að þessi húsnæðisáætlun náði til, þá mátti ekki greina annað en að það myndi vanta 1 til 2 íbúðir. Það var kannski sérstaklega á Borgarfirði og Seyðisfirði, þar sem að mér persónulega fannst halla heldur á. Þessi nýja húsnæðisstefna kemur hún, bara mig kannski segja mér aðeins frá þessu í samhengi við þetta sem ég var að nefna hérna. Takk fyrir. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur lokið máli sínum. Er búin að ákveða ykkur? Já, sveitarstjóri Björn Ingimarsson kemur til svara. Þetta var rosalega skrúlletta hér á tíma. Forseti og gott fundarfólk. Eins og kemur nú fram í þessari bókun, þá komu því á framfæri við ráðuneytið að við hefðum mjög trúlegast ekkert möguleika á að fara í að skila þessum gögnum á þessum tíma sem var þarna lagt upp með, og ég tel að við séum ekki búin að því enn búið að skila þessu öllu. Því að þarna kemur, það ef ég man rétt, við fórum og skoðum þetta eru býsna ítarleg gögn sem farið fram á að fylla út, og meira og minna allt okkar starfsfólk í stjórnsýslunni var þarna komið í frí og bara nýkomið til starfa. En ég gerir ráð fyrir að auðvitað við skilum þessu gögnum og það verður bara að koma þá í ljós hvort að þeir vilja nýta það ekki. Aðeins varðandi húsnæðis áætlunina, ég get alveg tekið undir það, og það var eins og við ræddum á sínum tíma, við fengum þarna fagaðila til þess að vinna þessa húsnæðis áætlun fyrir sveitarfélagið, og við vorum ekkert í öllu atriðum sammála þeim niðurstöðum. Ég held að það hafi ekki verið 1 eða 2 sem voru ósammála, en hins vegar var lagt þarna upp með svona ákveðna ferla í þessari vinnu sem unni var samkvæmt. En það sem nú bara, svo ég bara veki athygli á því, þá þessi áætlun að reikna með að hún sé endurskoðuð árlega, og það bara mjög mikilvægt að við skoðum þetta í rauninni með svona gagnrýnum hætti þegar við förum yfir þetta núna í vetur og endurskoðum áætlunum. Þannig en aðeins varðandi það sem að sveitarstjórnarfulltrúi Helgi Hlynur kom inn á varðandi skil gagna til lögfræðings Sambands íslenskra sveitarfélaga, þá leit ég nú svo á að ég væri bara að skila þeim gögnum sem að umræðan í rauninni í sveitarstjórnarfundi gerir ráð fyrir. Það væri sem sagt kalla eftir áliti lögfræðings Sambandsins, og
gögnin sem að lögfræðingunum fekk var það álit sem við vorum með til umræðu og að mínum mati var það bara ósköp eðlilegt. En ég veit ekki til þess að ég hafi rauninni, hann sendur einn tölvupóstur og ég held ég að hafi sendt hann til ykkar. Ef hann vantar þá það minnsta mál. En ekki meira taka. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur lokið máli sínu og Berglind Harpa Svavarsdóttir hefur óskað eftir að taka til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, góðir fundamenn. Já, sveitarstjóri Björn Ingimarsson hefur nú farið vel yfir þetta mál en ef ég byrja kannski varðandi grænbókina, þetta gríðarlega mikilvægt að við náum að vinna þessi málefni vel og skila góðum umsóknum frá sveitarfélögum. Og varðandi húsnæðisáætlun eins og sveitarstjórnarfulltrúi Eyþór Stefánsson kemur inn á að hún gríðarlega mikilvæg og maður hefur einmitt horft til hennar. Þetta spá, þetta lágspá, þetta miðspá, þetta háspá. Ég kýs að horfa á háspána. Þessi spá eins og hann réttilega kemur inn á Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, að spáin hún út frá hvernig aukningin hefur verið undanfari ár eða áratugi. Þannig að við vitum öll að landslagið breytist mjög fljótt og það hefur gert það núna í COVID, það ekki spurning. Þannig að þessi tækifæri í tækninni, þessi ljósleiðaravæðing og tækifærin í að flytja út á land og hafa bara góða nettengingu og það þjónusta og atvinna sem þú flytur með þér og þjónusta netið og geta stunda menntun, að þetta ýtir undir að fólk kýs frekar að búa í heimabyggð. Og ekki bara þessi tækifæri í nettengingunni heldur eins og við höfum verið að tala hér með göngin og efla Egilsstaðaflugvöll og mikil uppbygging. En það alveg rétt varðandi húsnæðisáætlun og þessar spár sem að maður sér það að þetta hefur áhrif á til dæmis húsnæðisuppbyggingu á vegum ríkisins. Þeir ætla að fara í uppbyggingu og horfa til húsnæðisáætlunar. Þannig að það auðvitað betra að spáin sé í rauninni að það spái að það muni enn fleiri þurfa húsnæði hér í okkar sveitarfélagi. Þannig að það ekki spurning. Þannig að ég kýsa að horfa á þessa háspá og það gríðarlega mikilvægt að við náum að skila þessu umsóknum. En við náðum því ekki eftir því sem ég best veit og það alveg einkennilegt að senda þetta inn svona korter í sumarfrí og fáar sveitarstjórnir hafa örugglega komist í þetta enda hafa fleiri sveitarstjórnir lagt inn umsagnir í rauninni varðandi það að fá lengri frest. Björn Ingimarsson, sveitarstjóri, hefur nú svarað þessum hugleiðingum varðandi vanhæfið. Þessar hugleiðingar voru þá í rauninni frá Helga Hlín Ásgeirssyni, sveitarstjórnarfulltrúa varðandi sveitarstjórnarfundin, ekki byggðarráði, hvernig honum var tilkynnt. Ég náttúrulega ekki inn í því, en málið að við fáum auðvitað lögbundið álit lögmanns sveitarfélagsins eins og við gerum alveg gríðarlega oft í öllum málum sem við þurfum faglegt mat. Við erum náttúrulega ekki sérfræðingar í öllu hér og erum með lög og reglur, svo þurfum við lögfræðilegt mat. Og það var niðurstaða á sveitarstjórnarfundinum að það þyrfti lögfræðilegt mat frá sambandinu. Og þess vegna hingrum við með þetta. Svo fáum við það mat og svo tökum við það inn á byggðarráðsfundi í fullnaðarafgreiðslu. Þannig að þetta ekki skemmtilegt og þetta ekki ákvörðun sem tekin bara að því bara. Við höfum siðareglur, við höfum stjórnsýslulög, við erum að reyna að fá leiðbeiningar hvað rétt. En eins og kom fram hjá sveitarstjórnarfulltrúa Þresti Jónssoni að hann hefur kært og það bara eðlilegt og ég vona bara að niðurstaðan á því komi sem fyrst þannig að þegar við förum að taka ákvörðun í þessu máli að hann verði þá komin í þetta sæti aftur í þessu máli til þess að hafa áhrif ef að svo ber að hann sé ekki vanhæfur. En það gríðarlega mikilvægt að fá út úr því og gríðarlega mikilvægt að vinna eftir lögum og reglu og það bara það sem við erum að gera í þessu máli. Takk fyrir. Berglind Harpa Svavarsdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Gjörðu svo vel. Frú forseti og annað fundafólk. Varðandi
þetta er varandi sama lið og áður með grænbókina nýja húsnæðisstefnu Íslands, vænti ég. Mér finnst þetta alveg gríðarlega stórt og mikilvægt mál. Ef að ríkið ætlar að fara að setja sér húsnæðisstefnu yfir landið, hvernig, bara hvað standi í henni, og ef að við horfum til hins hægri sinnaða bankakerfis, og ég er ekki að segja það eigi að vera eitthvað annað en hægra sinnað, en það er í eðli sínu hægri sinnað, að ef þú spyr það hvar er eðlilegt að byggja, þá er það Reykjavík, Akureyri, Egilsstöðum og slíku stöðum sem eru svona þar sem er rökrétt að byggja út frá markaðslegum forsendum. Ef að ríkið ætlar að fara að setja sér húsnæðisstefnu, þá treysti ég því að byggðarráð og sveitarstjórn Múlaþings muni þá berjast fyrir því að það verði í henni einhverjir stafir sem að gera fólki kleift að gera það forsvaranlegt fyrir fólk að byggja sér húsnæði eða kaupa á öðru stöðum en bara þessum stærstu og þéttbýlustu stöðum. Nú til dæmis, nú hefur Reykjavíkurborg verið með, ekki allt til fyrirmyndar varðandi hvernig, bara magn húsnæði sem er í boði og húsnæðisverð kýlst upp í kjölfarið. Og hvað viljum við að gerist þegar Reykjavíkurborg er búið að laga ástandi hjá sér? Ætlum við þá bara að horfa á áframhaldandi flutninga hérna til suðvesturhornsins? Og ég get alveg sett þetta í samhengi við Norðurland. Þegar Akureyri er búið að laga hjá sér framboð á húsnæði, viljum við þá allt Norðurlandi sogist á Akureyri, og saman með Austurland eða Múlaþing, viljum við að allt sogist til Egilsstaða, þar sem eru markaðsforsendur til þess að byggja sér hús? Mér finnst það ekki, þótt mér finnst vænt alla þessa staði sem ég nefndi. Ég vil sjá að það sé einhver alvöru aðgerð sem komi fram, sem á eitthvað skylt við stofnframlögin, sem að taka ekki bara mið af því að gera leiguhúsnæði í Reykjavík, heldur að gera leiguhúsnæði á landsbyggðinni, og mér finnst skína í gegn í þessu stofnframlögum að þau nýtast sannarlega höfuðborgarsvæðinu best, og ég vil bara fá eitthvað, ég treysti því að byggðarráð og sveitarstjórn berjist fyrir því að það verði eitthvað alvöru úrræði fyrir landsbyggðina í húsnæðisstefnu Íslands. Takk. Þá hefur Eyþór Stefánsson, sveitarstjórnarfulltrúi, lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir því að taka til máls? Svo er ekki, þá ætla ég að loka lið númer 7 sem er fundagerð byggðarráð Múlaþings og telst hún hér með lögð fram til kynningar. Við færum okkur þá yfir liði númer 8 sem er 58. fundur umhverfis- og framkvæmdaráðs Múlaþings, og hér er fundagerðin lögð fram til kynningar og ég opna á mælendaskrá. Er einhver sem að hyggst taka til máls undir þessum lið? Hildur Þórasdóttir, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu fundarmenn, ég er að opna hérna fundargerðina, ég man ekki fundaliðin, þetta varðar umhverfisátak í Múlaþingi og þetta erindi kom frá Djúpavogi fyrir þennan fund. Áður minntist formaður heimastjórnar á Seyðisfirði á umhverfisátak þar, og mér langaði svona aðeins að heyra hvort það væri búið að gera eitthvað skurk í þessu málum núna í sumar og hver staðan mála væri á þessu verkefni, því að eins og staðan er heima á Seyðisfirði þá erum við að drukkna í drasli og brotajárni og svo framvegis. Ég býst við að staðan sé víða þannig mér langar að biðja sveitarstjóra að fara aðeins yfir þetta mikilvæga mál. Takk fyrir. Hildur Þórasdóttir hefur lokið máli sínu. Björn Ingimarsson má bjóða þér að koma til svara. Já, gjörðu svo vel.
Sveitarstjóri tekur til máls. Já, forseti og gott fundafólk. Það varðar þessar fyrirspurn sveitarstjórnarfulltrúa Hilda Þórisdóttir að þarna þetta varðandi hreinsunarátakið sem að bæði komið inn á fundi heimastjórnar Seyðisfjarðar og líka þetta tekið upp af fulltrúi ráðinu varðandi hreinsunarátak á Djúpavogi og þessi hefur beint til framkvæmda umhverfismálastjóra, verkefnisstjóra umhverfismála að fara í að undirbúa þetta. Mér skilst að þetta séu nú komið á stað á Seyðisfirði en þarna var nú aðeins komið inn á mál sem eða svona þú komst aðeins inn á í þínu máli mál á Seyðisfirði sem kannski ekki svo einfalt því að það í ekki öllum tilvíkum sem sveitarfélagið hefur heimildir til þess að stíga inn. Það sem kannski að ræða muni sem innan lóðamarka viðkomandi lóðarhafa. Og þetta ekkert einfalt. Ég veit að framkvæmda umhverfismálastjóri hefur verið að reyna að finna lausnir í þessu máli og því að á þess að ég sé að minnast sérstaklega á einhverju staði þá þetta staðir sem allavega á Seyðisfirði sem mjög ábyrjandi og væri mjög æskilegt að hægt yrði að fara í. Ég veit að hún hefur verið að vinna að þessu en þarna þarf að ná í rauninni samspili við lóðarhafa sem hefur kannski ekki alveg verið nógu einfalt. Varðandi, ég veit að hún hefur líka verið að beina þessu til starfsfólks sveitarfélagsins eða sviðsins á Djúpavogi og það verður klárlega unnið í þessu og það líka bara mjög gott að þess ábendingar skuli koma fram bæði í ráðinu og eins hjá heimastjórnum. Björn Ingimarsson hefur lokið svörum sínum. Ég ætla að biðja fyrsta forsetanum að taka við þannig að forsetinn tekur til máls. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir beðið orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Ég sem formaður umhverfis- og framkvæmdaráðs, ég fagna allri þessari umræðu og það óhætt að segja að það sé bara kallað úr öllum hornum. Það færi á því að gera hreinsunarátak í öllu sveitarfélaginu, mismikið þó, en það og hefur verið kallað eftir því lengi til dæmis hér á Fljótsdalshéraði og ég veit að það þörf á því á Djúpavogi og Seyðisfirði og ég held að það sé alveg óhætt að segja að svona verkefni verður ekki leyst á einu sumri. Ég held að það sé mikilvægt að við í umhverfis- og framkvæmdaráði vinnum þetta bara jafnt og þjatt með starfsmönnum sviðsins og gerum okkur einhvers konar áætlun það hvernig sé best að nálgast þetta. Það eru margar forsendur, það hátt verð á brotajárni núna og við erum kannski vongóð að einhverju sjái leik á borði í því að fara og safna brotajárni víðsvegar. Þannig að það ákveðið færi þar. Við höfum ákveðin verkfæri sem við höfum ekki tekið til umræðu en væri gaman. Við Austurbrú hefur verið með verkefni sem heitir úrbótaganga og það eru smærri verkefni en gætu verið hins vegar skemmtilegt að taka upp og vera með til að snyrta umhverfið og síðan það þessi hreinsunarátak og það náttúrulega alveg rétt eins og Björn kemur inn á. Við getum ekki endilega farið fram á hreinsuna á öllum stöðum sem okkur sýnist. Hins vegar held ég að það sé mjög mikilvægt að við búum bara til einhverja heilsteypta áætlun hvernig við myndum nálgast þá staði sem að sveitarfélagi hefur raun og veru ekki beint færi á því að snyrta til. Og það oft bara gert líka bara með jákvæðu viðhorfi fólks í sveitarfélaginu og fyrirtækjaeigenda. Þannig að ég vil bara byrja á því að opna þetta hreinsunarátak með að segja bara ég vil bara hvetja alla að snyrta sitt nærumhverfi. Við lítum okkur bara nær og þótt að sé stórt eða smátt. Ég slæ blettin við hliðina á mér og við í götunni höfum farið í að plokka alltaf einu svona ári. Þannig að ég hvet bara alla til þess að taka þátt í og vera virkir í því að horfa í kringu sig og snyrta umhverfi okkar. Takk. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarfulltrúi, gjörðu svo vel og ég mun afhenda Jónínu sveitarstjórnarfulltrúi. Frú forseti, það eru góða fundarmenn. Ég held ég verið nú hægt að rembast við að lesa svona gleraugnum, ég sé ekki á blaði lengur.
En þetta varðar lið 5 í þessum ágæta 8. lið, aðalskipulagsbreyting Fljótsdalshéraðs Fjarðarheiðargöng. Ég er með fyrirspurn þar til forseta umhverfis- og skipulagsnefndar á eftir. Fyrir að fyrsta þá finnst mér þetta mjög sérkennilegt þegar það kemur að aðalskipulagsmálum að menn byggi 5. hæðin á húsinu áður en menn byggja grunninn. Vegna þess að þarna er í rauninni verið að ákveða einhverja veglagningu eða ákveða ekki, það er ekki einlega að koma á hreint þessa suðurleið og síðan er farið í aðalskipulagsbreytingu vegna hennar. En það er ekki búið að gera neitt aðalskipulag, þannig að vegurinn á að ráða en ekki skipulagið. Þetta er mjög sérkennilegt og ég er búinn að spyrja nokkra menn, því mér þótti það sérstakt og ég er búinn að spyrja nokkra menn sem vel þekkja til og þeir allir nánast hlæja þessu. Þetta er mjög sérkennileg aðkoma að málum að ákveða fyrst í rauninni það sem smáatriðin áður en aðalatriðin eru ákveðin. Ég vil líka benda á eitt, mér finnst þetta plagg afskaplega þunnt. Það er meira og minna copy-paste út úr skýrslunni frá Vegagerðinni og sé hnaut sérstaklega eitt atriði í því, það er í kafla 2.6, leyfi sem þarf vegna framkvæmdana. Það er að segja ef í þessa suðurleið er þið farið. Það eru talin upp öll leyfi sem þarf til, og það er copy-paste úr skýrslunni frá Vegagerðinni, nema það er sleppt einu og það mikilvægasta og erfiðasta leyfinu. Og það er leyfi sem þarf frá Skógrækt ríkisins fyrir að höggva skóg. Og ég sem ég á eftir að sjá það að Skógrækt ríkisins hljóðalaust veiti það leyfi. Þetta leyfi þarf, samanber lög nr. 33/2019, svo er lesin úr þess að geta skýrslu. Í umhverfisskýrslunni frá Vegagerðinni stendur líka sérstæðir eða vistfræðilega mikilvægir birkiskógar og leifar þeirra þar meðal gömul tré njóta sérstakrar verndar samkvæmt 61. grein laga nr. 60/2013 náttúruvernd. Og seinna í skýrslunni með leyfi að lesa það, í Egilsskógi eru stærstu útbreiðslusvæði villtra blæjarspara á landinu. Já, það er rétt. Og ef ég hef skilið rétt að þá var Skógræktin ekki nýlega kannað þessa blæðisparlöndi en þeir hafa vaxið mjög og stærstu tré þarna eru sennilega farin að skríða í 10-12 metra og það er eiginlega alveg sama hvorlega veglínan er, svo gamla eða svo nýja sem er verið að ræða núna og er nú komin á út af þusunni í mér að ég vildi bjarga þarna ákveðnu svæði og fara með hana lengra. Sveitarstjórn hlustaði ekki en Vegagerðin hlustaði á mig, merkilegt nokk, og síðan kom Vegagerðin til sveitarstjórnar og þá var allt inni hlaupið til. En þarna eru hátré og báðar þessar veglínur skera þessa aspalundi. Þannig að ég var bara eftir að sjá það að Skógræktin gefi þetta leyfi svo auðvitað og mér finnst alveg frálegt að í þessari upptalningu, í þessu þunnaplaggi, í þessari skipulagsbreytingu, það sem leyfin eru talinu, það er þessu leyfi sleppt og ég en að furða að klóra mér hausnum út af hverju það, er það vegna þess að það bara fæst aldrei. En fyrirspurnin hins vegar, svo ég hætti nú að tjóða þetta, fyrirspurnin til forseta umhverfis- og framkvæmdasvið er það að það var það rætt að það yrði unnin eins, villust að mér finnst það, að unnin eins aðalskipulagsbreyting út af norðurleiðinni og ég ætlaði að spyrja, verður staðið við það og verður svo vinna framkvæmd eins og er búið að gera þarna út af suðurleið. Takk fyrir. Já, forseti hyggst taka til máls og biður fyrsta forseta að taka við. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Til þess að fara yfir afgreiðslu þessa máls, þá er það svo að það sem hefur verið kynnt núna er vinnslutillagan tekur til allra leiðanna, miðleiðar, norðurleiðar og suðurleiðar.
og það liggur fyrir að afgreiðsla á þessu máli verður ekki strax. Vinnslutillagan verður til kynningar, síðan verður tekið til, það er ákveðin umsagnarfrestur og síðan koma núna fram í ágúst, þær athugasemdir fara þá fyrir umhverfis- og framkvæmdaráð. Við teljum að þessi vinnslutillaga sem lögð fram hér og hefur verið lögð fram og ég hvet Þröst Jónsson sveitarstjórnarfulltrúa að horfa á mjög svo ítarlega kynningu á Facebook og ég held að sé nú kannski að geta nýtt tækifæri og benda á það að við höfum verið að taka upp og setja á Facebook upptökur á þeim lýsingum á framkvæmdum og skipulagssviðinu og ég tel okkur það bara til mikilla bóta og við séum mögulega til fyrirmynda fyrir önnur sveitarfélög með það. En ég hvet sveitarstjórnarfulltrúa til að kynna sér það. Þar kemur skýrt fram að það er bæði inn í þeirri vinnslutillögu tekið á bæði norður, suður og miðleið. Ef að það vantar einhver atriði í vinnslutillöguna þá þyrfti bara að skoða það. Ég hefði ekki gert mig grein fyrir því að skógræktin væri ekki þarna inni. En í raun og veru má áætla að vinnslutillagan komi svo fyrir að þegar lýsingin er búin og athugasemdir eru komnar þá förum við í vinnslutillögu og lokum í tillögu. Tillagan þegar við komin á tillögustigið þá verðum við að vinna út frá einni leið þóttu sem að miða við 3 eins og staðan er. Þetta kemur til af því að sveitarstjórn er ekki búin að taka afstöðu í norður-suður leiðarmálinu mikla og Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi ætti nú algjörlega að vita það. Honum finnst óþægilegt að vera gerður vanhæfur, ég skil það er óþægilegt þegar maður lendir í þessari aðstöðu og ég bara fagna því að hann skulle hafa kært og við fáum bara endanlega niðurstöðu í því. Ég reyndar til að við höfum ekki brotið á honum, ég tel að þetta sé rétt ákvörðun og við höfum fengið lögfræðiálit þess efnis og mér svolítið leiðilegt þegar hann segir þetta sé aðferðalýðræði og það er sannarlega svo að Miðflokkurinn bauð fram lista með 22 aðilum til þess að berjast fyrir þeirra málum. Ef að Þröstur telst vanhæfur undir þessum lið þá er hann allt í lófa lagið með að leita til annar á listanum enda var þetta hátt skrifa stefnumál hjá listanum. Þannig að mér finnst í raun og veru svolítið skrítin umræða það að það sé ekki hægt að koma sjónarmiðum á framfæri þegar sannarlega þetta var stefnumál flokksins fyrir síðustu sveitarstjórnarkosningar. En já, þannig ég reikna með því að þessi lýsing þegar henni er lokið og þá ferum við bara í vinnslutillöguna en eins og ég hef sent á sveitarstjórnarfulltrúa þá er raun og veru líklegt að það komi til að vera sveitarstjórn í október eða nóvember þar sem umhverfis- og framkvæmdaráð kemur með tillögu að leiðarvali og þá kæmi það til afgreiðslu sveitarstjórnar á því stigi. Takk fyrir. Sveitarstjórnarfulltrúi Jónína Brynjólfsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Ef ekki, þá fel ég sveitarstjórnarfulltrúi Þröstur Jónsson, gjör svo vel, og ég fel forseta aftastjórn fundarins. Forseti, það eru góði fundarmenn. Ég ætla nú bara svona andsvar kannski við því sem kom fram hér í málflutningi Jónínu áðan, sveitarstjórnarfulltrúa og forseta virðulegs Jónínu. Ef að varamenn í 22 menn á lista, ef að þeir eru þar til þess að auðvelda það að menn séu gerðir vanhæfir, þá er nú illa komið fyrir lýðræðin, verð ég að segja. Og ég ítreka það aftur vegna þess að það verið að ýja því að þessi lögfræðiálit hafi verið svo svakalega fín og sagt til það að ég væri vanhæfur. Þau bara gerðu það bara alls ekki. Fyrra lögfræðiáliti gat hvorki sagt af eða á og seinna lögfræðiálitið gerðu ekkert annað en að segja að það fyrra væri ágætis samantekt og varaði eitthvað svo við að það bæri að túlka þessi lög þröngt. Þannig að þið eruð ekki með neitt lögfræðiálit í höndunum sem sagði það að ég væri vanhæfur. Ekki neitt. Svo það sé bara áréttað. Þannig en að öðru leyti fannst mér ágætlega upplýsandi andsvar Jón og þakka fyrir það. Takk. Þröstur Jónsson sveitarstjórnarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska til að taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Við lokum þá fyrir umræðu undir lið 8 og teljum að fundargerð umhverfis- og framkvæmdaráðs nr. 58 sé hér með lögð fram til kynningar. Forseti hyggst taka lið 9, 10 og 11
saman til umræðu. Er að ræða fundagerðir heimastjórnar Borgarfjarðar, fundagerð heimastjórn Fljótsdalshéraðs og fundagerð heimastjórn Seyðisfjarðar. Og ég opna fyrir mælendaskrá. Einhverjir sem vilja kveða sér hljóðs undir þessum lið? Svo ekki og þar með legg ég hér fram og telst þá bókað að liður 9, 10 og 11 eru lagðir frá hér fram til kynningar. Og þá erum við komin að síðasta lið þessa fundar, liður númer 12, skýrsla sveitarstjóra, og ég gef Birni Ingimarssyni orðið, gjörðu svo vel. Forseti og gott fundarfólk. Ég ætla nú að fara hérna yfir það helsta síðan að við komum saman síðast, en ég ætla nú að byrja á því að ræða hér samþykktir hunda og kattahald og gæludýrahald og annað gæludýrahald í Múlaþingi varðandi fyrirspurnina út af tryggingamálum. Ég held að ég sé komið með alveg niðurstöðu í því núna að hóptryggingin innifalin í leyfisgjaldinu. Eins og ég sagði á, svo bara svo ég leiðrétti það. Ég taldi að það væri ekki, en það er okkar mat núna eftir að hafa farið aðeins yfir þessi gögn að það ber að túlka þannig að þetta sé innifalið. Þannig að það svona mitt svar og ég held að við vinnum í samræmi við það. Ég sé ekki betur en að það sé gert ráð fyrir því í okkar reglverki. En svona ef ég sný mér að því sem hefur svona verið í gangi síðan í lok júní að hvað starfsmannamál varðar þá eru náttúrulega reglubundi fundir eða vikulega með sviðsstjórum, hafnavörðum og mánaðarlega fundir með starfsfólki stjórnsýslunnar, en vegna sumarleyfa þá hefur þessi fundir nú ekki verið mjög margir á þessu tímabili. Allir þeir náðu kannski 2 eða 3. Við funduðum eins og kom fram hér á fundinum áðan, þá áttum við fund með fulltrúum Icelandair í byrjun júlí og þar var farið yfir stöðumála varðandi flug milli Egilsstaða og Reykjavíkur. Og einnig átti ég fundi með fulltrúum Vegagerðarinnar og landeigendur varðandi þjónustu ákveðinna héraðsvega og þetta voru bara að mínum mati bara góðir fundir og við erum að horfa til þess að funda með þessum fulltrúum aftur með haustinu. Varðandi samstarfsverkefni þá er framundan stjórnarfundur í Eignaðarfélagi Brunabótafélags Íslands og haustfundur SSA verður haldinn í byrjun september og það og ég held að við séum alveg sammála það er mjög mikilvægt að við nýtum vel þann góða samráðsvettvang og sem sagt beitum okkur þar í þessum málum sem að skipta landshlutan í heild máli, því það yfirleitt eru þetta mál sem skipta okkur í rauninni hvert og eitt sveitarfélag stórmáli og það er ágætt að taka þessa umræðu sem að halda henni áfram bæði sem tengist flugvellinum og eins Fjarðarheiðargöngum, því að eins og kom fram í umræðinu áðan þá er þetta ekki alveg rétt mynd sem að hefur verið að koma upp bæði í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum að þarna sé óeining. Það er bara ekki, það hefur verið bara mjög skýr niðurstaða varðandi þessi mál að hálfu samtaka sveitarfélag á Austurlandi. Þannig og hafa ekki einu sinni farið út og fengið sér reykjapásu meðan menn hafa verið greið atkvæði. Það var stundum gert ef menn voru ekki sammála og vildi ekki greið atkvæði gegn. En undanfarin ár hafa bara allir verið sammála þessu. Og það er bara mikilvægt að við höldum því áfram. Í byrjun júlí voru teknar fyrstu skólstungu varðandi vegna framkvæmda við annars vegar íbúðakjarnan á Seyðisfirði og hins vegar vegna raðhúss á vegum Bríðardal og þessar framkvæmdir eru komnar á stað bara svo það sé því sem komið framfæri og við erum að horfa til þess að eða allavega þau skilaboð sem ég fæ frá framkvæmdaraðilum er það að þeir eru að gera sér vonur að koma upp húsnæðinu í byrjun vetar, en sjálfsagt verður þetta ekki komið í notkun fyrr en allavega íbúðakjarninn
þá erum við að horfa á mars á næsta ári. Við vorum að tala um 1. mars, fyrst fór einhver að tala um apríl en svo ákveðum að það væri ekki gott að fara að tala um 1. apríl í sambandi við þetta. Heldur við það 1. mars. Það hefur ítrekkað orðið rof og vatnslögn Fjarðarselsvirkjunar á Seyðisfirði og það er mjög mikilvægt eins og kemur fram í fundagerð heimastjórnar að þarna verði unnin fagleg úttekt á ásigkomulagi lagnanna og það var haldinn sérstakur aukafundur almannavarnanefndar Austurlands í júlí vegna þessa máls því að og það sem er meðal annars lögð áhersla á þetta. Menningarlífið hefur verið býsna litskrúðust í sumar og það er útlit fyrir að það verið áfram og bara viðburður eins og rúllandi snjóboltinn og Djúpvogi, Lungaháttíðin og Seyðisfirði, Bræðislan og Borgarfirði, Urriðasundið, ekki fugladagurinn, þetta er flugdagurinn á Egilsstöðum, hinsegin dagar Austurlands, Skógarháttíðin í Vallanesi og of the Nútigalleri í Tækniminjasafnsins og Seyðisfirði. Þetta er alltaf verið bara mjög áhugaverðir, nú er ég ekki að telja allt upp, nú er ég að telja það upp sem ég rakst allavega inn á og svo eru framöndan verkefni eins og eða sem sagt uppákomin eins og Túrdi Ormurinn og Ormsteiti, svo eitthvað sem nefnt, þannig að menningarlífið hjá okkur það er, sko, ég held að við þurfum ekki að kvarta undan því og þeim sem að þessum málum standa, þeir að standa sér alveg feiknarlega vel. Það er enn unnið að undirbúningi þess að taka á móti flóttafólki. Þetta fer náttúrulega verða bara svolítið vísa líku við of oft kveðin. Við höfum verið að tala um að taka á móti flóttafólki á Eiðum. En það er eins og hefur komið fram áður, þá er umfangið það sem við erum að vinna með núna töluvert minna heldur en var verið að ræða í upphafi. Það liggur ekki fyrir samningur á milli ríkisins og sveitarfélagsins en hann er náttúrulega lykillinn að því og algjör forsenda þess að þessu verði. Ég á von á því að við fáum bara þannig strömmur fljótlega en það er búið allan að vinna því það er búið að vinna því að gera þessa aðstöðu sem við verðum að horfa til að nýta, hún er tilbúin. Og þannig að það er hægt að tala út í ákveðum fjölda flóttamanna en þeir verða aldrei fleiri en mestaraði 40 manns. Síðan er verið að vinna náttúrulega með hugmyndi varðandi stækkun Hafnarsvæðis og Seyðisfirði. Við áttum ágætan fund með fulltrúa síldarvinnslunar þar sem var verið að fara yfir sem sagt þessar hugmyndir og þær breytingar sem að við þurfum að vinna eða móta sko í framhaldi af því að sérfræðinga Veðurstofunnar og Eflinga varðandi sko öryggissvæði þarna eftir að þau komum fram, þannig að yfir þetta fórum við með þeim og ég á von á að það komi tillögur frá þeim. Ég held að það sé bara mjög gott og rauninni nauðsynlegt að hafa sko, fulltrúa atvinnulífsins með okkur í þessari vinnu. Þannig að við förum ekki að vinna þetta og förum svo átt okkur á því eftir að menna að klára skipulagsvinnu. Þetta gengur bara ekki upp miðað við það sem að atvinnulífið er að hugsa sér. Þannig að, en þetta var bara gott samtal sem við áttum þarna. Og lokum þá vil segja þetta að sko eins og hefur komið fram í raun á þessum ágætafundi þá í farvatninu svona alvöru verkefni sem snúa að sveitarfélaginu Múlaþingi og Austurlandi öllu og það skiptir náttúrulega gífurlegu máli og það er bara gott að finna í rauninni þann samhug sem innan sveitarstjórnar varðandi þessi verkefni og koma þeim áfram. Það er ósköp eðlilegt að við séum ekki sko öll með nákvæmlega sko niður í nitti gritti nákvæmlega sömu útfærslu, það væri bara í sko afar sérstakt eða það væri þannig. En í sko heildar áherslan að mínum mati svo sama. Við erum að tala að koma Fjarðarheiðargöngunum á, við erum að tala uppbyggingu Egilsstaðaflugvallar. Og ég í rauninni, sko þetta eru svona að mínum mati megin markmiðin þegar við erum að horfa til svona framtíðar atvinnu og
og búsetu uppbyggingar hér á þessu svæði. Og ég treysti því að við munum snúa bökum saman áfram og náum þannig stuðningi frá ríkisvaldinu til að raungera þessa framtíðarsýn sem við erum að vinna með. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Takk fyrir mig. Þá er sveitarstjóri Björn Ingimarsson lokið máli sínu og lokum við þar með lið númer 12, skýrsla sveitarstjóra. Telst það lagt fram til kynningar. Þá er okkur ekkert að vanbúna en að slíta fundi, þannig að ég ætla að slíta 27. fundi sveitarstjórnar með hamarhöggi. Takk.